Jú, verið all hjartanlega velkomin í 10. þátt okkar áhugavanda. 10! Can you even believe this, Ari? 10 þættir. Hver hefði haldið að við höfum náð svona langt? Það eru 10 þættir. Er allt í lagi eða? Við erum komin 10% í 100. Vá, við erum komin skarplega aðtöðað. Mér finnst alveg ekki að vera komin með 10 þætti. Þú veist, við erum komin í 2 stafa tölu. Við erum komin í 2 stafa tölu, já. Það var alveg gaman að vikti mín var líka 2 stafa tölu, en það er ekki svoleiðis. Það við Ég er að fokkið maður. Maður getur alltaf látið sér dreyma, sko. En já, hvað segirðu gott, Ari minn? Bara fínt, sko. Allt gott að frétta? Já. Mér skal finna að ég sé að spyrja þig hvað er að frétta. Við erum bara á sama síðan við tókum seinustu þátt. Hvað er þetta tala um? Við erum búin að vera liturlega að gera sama hlutin. Nema þú ert búin að vera mjög mikið að Mortal Kombat yfir þig. Mortal Kombat! Já, gauir. Við fórum á Mortal Kombat myndina. Þú veist, ég held að Mortal Kombat væri einhver hetja. Nú, ofurhetja. Nei, það er ekki ofurhetja. Hvað er það? Það er ekki ofurhetja. Það er töluleikur og myndir núna. Já. Já, það er gamla myndir líka, 95 myndir ekki ekki. Ok. Mæli með það sko, þurfum að horfa einhvern tímann á hana. Ég ætla ekki að taka þetta mæli með, ég ætla ekki að taka meðmælið þitt. Ég ætla að lóki ekki að fara, því ég hef ekki áhuga, Ari. Þú ert ekki að ná áhuga að valda mig. Á bardaðaleikjum? Nei, bara enga En veginn. bardaðalistum? Heyrðu, við vorum nú samt stundum að spila Gundam, bardaðalistum, oh my god. Við vorum samt einu sinni að spila alltaf Gundam Battle saman. Við vorum að því. Það var geggjaðleikur og Tekken, ég fokkin rústaði alltaf í Tekken. PlayStation 1? Já, best, nei, PlayStation 2. PlayStation 1 held ég. Gundam Battle var PlayStation 1 leikur held ég. Það var svo, og þú veist alltaf bara eitthvað, ég er stóru kallina. Það má ekki vera stórakalli. Get ekki. Það var með 3 health bar sko. Gaur, þetta var svo geggjaðleikur, mæli með. En annars er ekkert mikið að frétta mér og Ara, við erum bara búin að vera, bara hafa cozy senstu vikuna, ekki það? Jú, ég meina ég fór á Mortal Kombat í bíó og ég er bara búin að spila Mortal Kombat eila sko. Já, ég var að horfa á hérna raunveruleika þætti. Jú, heyrðu, annan að koma mér inn í, ég horfi venjuleiki á raunveruleika þætti en annan að koma mér inn í $1 Million Secret apparently. Jokes, þetta er svona svo skemmtileg þættir, er Ég voru Netflix. alveg virkilega góðu sko. Það er líka gett hot gæi sem er aðal gæin. Ok, ég veit að hann gæti verið fokkin afi minn, skilur, en Peter? hann er bara, hvað heitir hann meiri Peter? Góðu leikari, ég man bara heiti Peter eitthvað. Hann er samt alveg low-key slay og þú veist, hann er alveg með geðveitt djúpa rödd og ógeðslega svona flott andlit og í jakkafötum og eitthvað. Hann er það. og þetta var geggjað þættir og Ari kom einhver með inn sko í 3. þætti eða eitthvað. Núna skilur okkur, ég horfi eiginlega bara alfarið á raunveruleika þætti. Nei, maður er ekki að horfa, maður er náttúrulega, þú ert að horfa meir en bara raunveruleika. Ég er ekki fyrir að horfa á Mortal Kombat sko. Af hverju ekki? Þú varst líka bara eitthvað, ég ekki að horfa á Alien. Nei. Ég horfði samt á Alien í fyrsta skipti. Var hún góð? Nei, sko, þú veist, set-designið og allt þetta á með við 79 myndið eitthvað, þetta er fánalegt sko. Þú gæti verið að segja kínvisku við mig. Set designið. Já, þú veist hvernig allt lítur út í myndinu og svona. Þú veist, ég settu budgetið á rétta stað. Hún var bara með 12 milljónir í budgetið sem myndið eitthvað. Spennandi. Ég sónaði út sko. Svona sítt mér finnst mér spennandi. En já, ég ætla hérna, það áhugaverst sem ég er búin að gera þessari viku, það er mögulega að dansa fugladansi með þér. Það var mjög heimskulegt. Það var svo gaman. Við erum ekki verið að setja það á neina samfélagsmiðla. Nei, ég tók það samt upp sko, en Það er ekki að fara neitt. þetta er bara minning, Ari, þetta er bara minning. Og svo var ég að horfa á, þú veist, svona, hvað heitir þetta? Kosningafund eða eitthvað. Já, Sveitastjórnarkosningafund. Já, sveitastjórnarkosningar. Ó, þetta er alveg orð. Þetta er orð. Ég var að horfa á það í gær. Pæla mikið í þessu í Húnabið, sko. Já, en Ari, ég held að okkur sé ekkert að vambúnaði, finnst þér ekki góð í íslensku? Nei. Okkur er ekkert að vambúnaði. Við skulum bara vippa okkur í áhugaverða staðarindir. Við skulum bara vippa okkur. Og ég byrja núna. Sási. Og ég byrja, það þú. Já, þannig að ég byrjaði ekki síðast. Ég held það. Ég er samt með alveg bara svona gullfiskaminni, þannig ég veit ekki alveg. Já, gerðu bara eitthvað. Ok, fyrsta mín. Mest dreifða vara í heiminum er, ég ætla að leyfa að gíska, hvað heldur það að sé? Mest dreifða vara. Annarkvort, þú veist, pennar eða pappírsklemmur eða eitthvað. Þetta er ekki geggja gott gísk, en útbreiddasta vara heims er Coca-Cola. Vá. Það er fáanlegt í yfir 200 löndum sem að gera það útbreiddustu vöru heims. Já, verður að tala um útbreytt. Já, Ég ekki held svona mest það. seldu. Já, ok. Og mest seldu, það stóð í... Mest seldu líka? Já, ég reyndar skrifaði það ekki niður. Það stóð að ef við myndum setja allt kók sem hefur verið framleitt bara frá upphafi í 250 millilitra flöskur og myndum stakka flöskunum upp á hvort annað, þá myndi vegalengdir að ná til tungsis og tilbaka 2000 sinnum. Shit, 2000 sinnum? Já, og ég er bara svo pínur svona, er þetta eitthvað svona fake knowledge eða eitthvað, þannig ég skrifaði ekki Og niður. ég meina við
þarna establishum í síðast þætti að maður er 9 ára að labba til tungsins. Já, nákvæmlega, þannig ég bara What the fuck? En alveg, mest útbreytasta vara heims er Coca-Cola. Wow. Frekar leima því að mér finnst Pepsi betra, þú veist. Já, Pepsi er betra, sko. Pepsi Max fíkil Ég myndi segja það, sko. for life, sko. Ok, hvað er fyrsta þín? Heyrðu, fyrir hverja einustu manneski á jörðinni eru það bil 200 milljón skordýr. Oj. Takk fyrir ekkert. Oj, bara. Þetta grunast í mér það. Þannig að það eru 8 biljón manneskjur Hættu. sinnum 200. Ó, Hvað er það? nei, ég vil ekki vilja. 8 sinnum 200. Ég er ekki svona 2,8, 60. No joke, takk fyrir ekki neitt. Ég er alltaf bara eitthvað í geiminum. En ok, anyways. Plánetan Mars, þetta er önnur mín. Mars, Plánetan Mars, hún er ekki hringlótt eins og hinar. Lögunin, hvað er þetta að segja? nú ég er ekki að djókir, Það er lögun, allar plánendur hringlagðar. sko. Hringlagðar? Er ég góður? Hringlóttar? Nei, sko Mars, hún minnir á rúbíbolta. Hún er svona í læginu, svona rúbíbolta í læginu. Nei. Jú, googlaði þetta. Googlaði is Mars round, ég býð. Ok. Og sjáðu hvað ég er með áhugaverða staðrend fyrir því í dag. Stretch shape similar to rugby ball or football. What the fuck? Stretch shaped, similar to a rugby ball. Það er mjög skrítið. Stóð eitthvað 3 axis, ég veit ekki hvað 3 axis þýðir, ég nenni ekki að, þú veist, rúbíbolti. Já, þetta er mjög skrítið. Ég veit það, þetta er fucking weird. Who would have thought? Hvað er þín Hvernig önnur? getur plánenda bara ekki, þú veist, ekki verið Ég hringlótt? veit það ekki. Hvað Hún er meinarðu? bara svona eins og pönnukaka eitthvað. Og þú veist, hún er samt alveg, hún er Það er round. ekki eins og pönnukaka. Nei, þú veist, Það er ekki ekki svo... farið einhver að flata jörðina, sko. Nei, Ég nenni því ekki, sko. Ok. Jörðin er ekki flutt, Mars er flutt. Já, Mars er flutt, en hún er samt ekki flutt. Hún er Svo svo... mamma. Oh my god. En hvað er þín önnur staðrend? Ekki koma með eitthvað skort. Önnu starrarind. Oh my god. Vínber springa þegar þú setur í örbygjónin. Ok, þú veist, hver ætti að setja vínber í örbylgjöfnin? Ég meina, einhver prófaði það Maður getur alveg gert það. og þau springa apparently. Spennandi. Ok, nú langar maður að geta að setja vínber í örbylgjöfnin. Já, þú veist þau gerði einu sinni að skurðagerð á vínber. Ha, af hverju? What? Ég bara segja það. Hverjir? Af hverju? Þeir gerðu það. Hverjir? Hverjir? Oh my god, alltaf þegar það stendur eitthvað þeir, þá er ég bara, hver er þeir? Yeah, they did the surgery on a grape, sko. Oh my god, þetta er áhugaverð staðrindari. Þetta er svo sannlega áhugavert. Þriðja mín er crazy. Það er hérna, þú getur fengið klamydíu frá kóalabjörnum. Það er pissað þig. Já, ég vissi þetta. Vissir þetta? Já, ég vissi þetta. Holy fuck, ég var bara, oh my god. Náttúrulega er alltaf að googla bara eitthvað interesting fact og bara eitthvað, já, ef að kóalabjörn pissar á þig, það eru stóra líkur og þú getur fengið klamydíu. Það er engin dýn með meiri klamydíu en hana kólabirni, sko. Oh my god, hvað? Þú getur fengið klamydíu bara, þú veist, við að snerta kólabirni og Ég get ekki. þú veist, ég get ekki snerta svo sjálf að því eitthvað. Pæltu svo dýði að vera kannski bara eitthvað, þú veist, að faðma kólabjörn eða eitthvað, svo allt í næstum með klamydíu og makin er bara eitthvað, oh my god, varst að halda fram hjá mér? Ég hef ekki lesið Reddit-söguna þar sem kólabjörn pissar á einhvern Nei. og kona hættir með sko manninu sinum að því hún, þú veist, að því að hann gaf henni klamydíu og Ertu ekki að grínast? Nei, en svo fundið þið sko 5 árin seinna eða eitthvað út með að tala við dýrasérfræðinga að þetta var út af kólabjörni. Er þetta grín? Hún hélt bara, þú veist, hún var bara konvinst að hann hefði haldið fram hjá honum. Ég held að maðurinn hefði líka verið konvinst að hún hefði haldið fram hjá honum og þú veist, gefið honum klamydíu en væri bara að kenna honum eða Væri bara basically að gaslætan. Já, það er eitthvað hann. Holy shit, maður greið þau bæði. Það er einhverjast að Þau rætta hafa sem ég verið, lesi, ég sko. líka bara kannski verið að geta augljóslega trú hvort öðru fyrst að Ég man ekki alveg hvernig það var, sko, en Svo þetta bara endaði með að, oh þú my veist, þau bara voru hætt að treysta hvort öðrum, sko. Ok, það er ömulegt, út af fucking kólabjörn á hvað að pissa á hann. Já, Oh my fucking god. já, Og þannig þetta hefur bara hvað gerst. þetta hefur gerst. Oh my god, Þetta er ok. rekordað allavega í Reddit. Holy Ég meina, fuck. hefur allt gerst. Það hefur allt, Reddit er staðurinn til að gá hvort að hlutir hafa gerst. Já. Ok, þú ert eftir eina. Mín þriðja staðreind, Anna, Já. Kristín Brynjarsdóttir. Ari Björn Brynjarsson, hvað er með það? Heyrðu, þriðja mín, Anna Kristín, er að fyrsta sjónvarsútsendingin var 1925. Damn. Það er alveg lóki langt síðan, sko. Það er mjög langt síðan. Það er alveg 101 ár. Já, já. 101, alveg 200 ár. Amma var 4 ára. Hún var bara lóki 4 ára. Ég heyrði þetta, pappi sagði mér að ok, náttúrulega amma bjóði í Torfus. Já, pappi sagði sko. Já, pappi segði mér. Nei, pappi sagði Pappi var til með actually, nei sko, pappi sagði þegar hann alltaf fætti 60 sko, reyndar hann er mjög löngu eftir á, en þegar hann var lítill þá var ekki sjónvarp sko nema bara á einum bæ í sveitinni, þá fóru bara allir af hinum bæjanum á þennan eina bæ að horfa á sjónvarp
bara, þú veist, Og bara sjónvarp á 50 eða eitthvað þannig, eða ekki? Eða ekki sjónvarp á 50. Ég man ekki sjónvarp 50 eða bara sjónvarp 50. Ég man ekki. Við erum svo góði að vera með facts straight. Hann eru sagt mikið. Anyways, að máli málana, Ari, ertu tilbúin? Ég tilbúin. Í þessum þætti, Ari, minn kæri Ari, þá ætla ég að infodumpa þig ógeðslega mikið. Þú veist, prepare your anus. Nei, bara prepare. Try to relax your anus. I mean your shoulders. Hefur ekki séð þetta klip? Nei, ég hef ekki séð þetta klip. Oh my god. En já, í þessu þætti Ari, þá ætla ég að infodumpa þig ógeðslega mikið. Þannig að þú veist, bara bear with me. Þú þarft að taka mótið öll þessi infodumpi. Já, ekki gera það, sko. Af því að sum áhugamálin sem ég er með eru fucking weirdly random, þú veist. Og eitt af þessum furðulegu random áhugamálum sem ég hef haft í mörg ár, það eru heimsmet. Já. Heimsmet. Já. Guinness eða bara, þú veist. Sko, náttúrulega Guinness World Records, já. Eða bara heimsmet yfir höfuð, bara ef einhver næringur í meti þá er bara, oh my god. Er Guinness eina fyrirtæki sem má, þú veist, gefa út heimsmetið? Ég nefnilega veit það ekki, sko, þú veist. Eða má maður bara segja eitthvað sem heimsmetið, þú veist, eða þarf maður að vera í gegnum einhverja stofnun eins og Guinness eða, þú veist. Sko, ef ég er að muna rétt, þá held ég að, sko, skjalfest og formlegt heimsmet þarf að vera í gegnum Guinness World Records. Já. Eins og þegar einhver náði heimsmetið, þú veist, í Amerika sko talent, þá þurfti, þú veist, Guinness World Records að vera á staðnum. Ég man ekki hvað heimsmetið var samt, en það var samt fucking cool. Hvað, þið bara komið einhverja Monopoly á heimsmetið? Má ekki gera neitt lengur. Anyways, sko, ég skrifa reyndar ekkert Guinness, en Guinness hefur verið, sko, góð bjór. Það er rétt og það actually tengist, ég held að sé framleiðandi sem að framleiði bjórinu er með þarna Guinness-dæmið. Það getur ekki verið. Jú, það var eitthvað correlation between this, ég er ekki með fact straight, en þetta er búið að vera í gangi. Fact gay. Það er eitthvað aðar, sko, stundum. En þetta er búið að vera í gangi í 71 ár og á þessu árið þá kemur Guinness World Records bók nummer 71 út. Fuck. Ég veit. Og þetta heldur utanum meira en 50. Það er næstu að gamall og maður þarf að vera til þess að vera bandarækjaforseti. Fucking shit. Jesus. En Guinness World Records heldur utanum cirka 53.000 heimsmet. Shit. I know, right? Hvað er þetta að gera mikið að hlutum? Bara, þú getur, ég skal sko segja, þú bara... Ég ætti að gera bara allt eða? Nei, sko, sumt að þessu, Ari, sum heimsmet eru svo random að það er ekki eins fyndið. Þú veist, sum heimsmet eru bara eitthvað. Nei, ég er ekki að djóka, ég skrifaði ekki niður. Þú veist, eitt heimsmet var bara eitthvað gæi sem að... Fyrsti maðurinn að setja 15 tannslögla inn í líminu á sér eða eitthvað. Hvað ertu með hana? Það var sko... Nei, þú ert ekki að fara að segja eitthvað. Nei. En það var samt, það voru tvö sem ég skrifaði reyndar ekki niður. Það var annað, það var gæi sem að balansaði hérna 100, nei, hvað var það? 100 tippi. Hættu. Nei, veit ekki hversu mörg, en hann balansaði vinglus hvert ofan og hvert öðru á hökun á sér, bara lengst upp í loftið og hélt innan í einhverjar 13 sekundur eða eitthvað. What the fuck? Og svo var annað gæi sem að tróð hérna, hættu. Tróð hverju? Inn í hvað? Nei, hann tróð inn í skeggið á sér, okay. Tróð hann hérna rörum, alveg bara fáralega mikið. Það gerir svona... Hættu. Það er svo feist þetta við séum ekki mynda því að þetta gesture var ekki flott sko. En já, guðum að vita af hverju ég er með eitthvað svona obsession yfir heimsmyndum. Það sem byrjaði sko þegar við vorum lítil og ég var alltaf að skoða þessa bækur, þú veist, Guinness World Records bækur, því að við áttum svo margar hana heima. Við áttum alveg 4 eða 5 Guinness World Records, þessum stórar Guinness World Records bækur sko. Og ég man sérstaklega eftir 2005 bókinni, þessi giltu 2005 bókinni. Já. Hún var uppáhaldið mitt sko. Man segir mér eftir henni þú segir það. Það ekki. Og það sem ég man sérstaklega eftir úr þeirri bók er ljósherðagjallan með lengstu neglur í heiminum. Af því þegar ég sá hana. Já, auðvitað, þegar fór hún á gólfi. Já, þær voru bara fáránlega langar. Og minnir það var að fyrsta sem ég flettu upp á og þá sá ég þetta og þá bara eitthvað svona gerðist eitthvað inn í hausnum á mér og ég bara eitthvað svona, what, er ekki allir í heiminum eins, what? Á hverju ætti maður svona að vilja, þú veist, bara eitthvað eyða lífinu sinni í að vera með það langa neglur að maður getur ekki skengt sér eða, þú veist, runga sér eða eitthvað, þú veist hvað? Sko, you're in for a treat, ég er að fara að segja þér alveg ímyrslegt á eftir. Guð. En á þessum tímapunkti þá fekk ég bara eitthvað obsession og ég hef verið með obsession yfir heimsmetum síðan þá. Þannig núna, Ari, er komið tími til að ég infodumpi þig heimsmetin sem að mér langar að infodumpa þig Já, gerðu það. Já, hann að gælan reynda sem var í þessar bók með neglunar. Hún á ekki lengur þetta heimsmet, by the way.
En það er meir um það á Það eftir. sökkar örugglega að hafa verið með það langar neglur. Já, hún er samt alveg low-key dáin, sko. Ok. Hún er alveg semi-dauð. Hvað meinar þú low-key dáin? Ég hætti að vera high-key dáin. Þú veist. Hvað er þetta að meina? Það er maður að lendi í ykkur svona meira public dauða til þess að vera high-key dáin. Þú veist, í blíslýsi eða eitthvað. Eins og þú veist Paul Walker eða eitthvað. Hún er alveg, ójari, hún er alveg ekki lifandi, sko. Hvað, mamma var ekki að gera Paul Walker, hann var að deyta þú 13 ára stelpu eða eitthvað. Ha? Já. Ói, Er það alltaf ok. áfram? Já, einmitt, ok, vá, bomba þessi andið á mér. En já, hún á ekki lengur þetta heimsmet, hún er dáin og það er önnur, ég ætla að segja meira um það á eftir. Aðeins meira backstory, við áttum líka fullt af svona Believe It or Not, eða nei, Brynjar átti fullt af Ripley's? Já, Ripley's Believe It or Not Það er bókum. nafnið á aðgælinni í Alienmyndri. Ripley. Ok, Já. gott hjá henni. En já, þessar bækur voru definitely bara uppáhaldsbækurnar mínar á heimilinu, bara Guinness World Records og Believe It or Not. Ég bara skoða þetta svo mikið og ég hef verið obsessed síðan. Mér aðstæði mjög gaman að skoða þetta svona því ég var lítill svo bókasafninu í Ég veit. skólanum eða eitthvað en Þetta er bara svo fascinating. ekkert eitthvað sem ég myndi lesa í frítímanum mínum. Ég lesi þetta í frítímanum mínum. Þetta er svo fascinating, mér finnst bara svo gaman að sjá fólk sem er bara get out of the norm, bara eitthvað bizarre shit, skilurðu. Já. Þannig, já, mér langar actually að eiga alla 71 bókina og það er markmið einhvern tímann. Holy fuck. Mér finnst þetta bara svo áhugavert og núna Hvernig ætlar þetta að nálgast fyrstu bókina, þú veist, og þú veist fyrstu 10 bara eða eitthvað. hefur þú farið að Etsy eða? Etsy? Já. Ég fekk sko Dragonland plötu á Etsy fyrir Gunnar frá einhverjum, Fyrstu þar á Etsy? nei ég fekk það ekki allar á Etsy, það var ein plata sem var ekki í sölu neinstaðar og ég fann einhver gæja á Etsy sem var með notaða Er plötu það sem ekki frá bara eitthvað svona Indlandi. handverksdæmi? eða? Nei, ekki bara sko, en hann var með hennar CD heima hjá sér, notaðan og ég gæti keypt hann á hann. Samt venjulega svona fyrsta edition fyrir bækur og eitthvað svona fer á margar $1000 eða eitthvað sko. Já, Ef þú ætlar að fá original sko. ég er tilbúin í allt sko. Eins og þú veist fyrsta Spiderman kom ekki er bara, nei þú veist þú getur selt það örugglega á svona miljard. Í alvörunni? Nei, þú veist, örugglega, þú veist, nei ok, þú veist hvað er, þú veist, ég veit ekki, $30,000, Shit. hvað er það mikið? Það er náttúrulega ekki miljardur. Ég veit það ekki sko. En í dag þá ætla ég að áhuga valda þig, Ari, Já, og aðra sem er að hlusta í að fá brennandi áhuga á heimsmetum. já, Bara joinum í þessu. En já, topic dagsins eru áhugaverð heimsmet. já, áhugavaldar að taka áhugaverð heimsmet. Ekkert smá sko. Og heimsmetir sem vekja minn áhuga eru shit sem er skrítið og random. Já. Fattar mig það? Nei, Bara skrítið shit og random shit. Ég er samt mjög til í það, ég elskar skrítið shit og random shit. Ég veit það, þú veist, þá ertu á mínu leveli á heimsmetum. Hit me with it. Lof mér. Ég ætla að byrja á þessu sem vorum að tala um áðan. Ég ætla að byrja á lengstu nöglum heims. Það er svo disgusting, sko. Það er fucking disgusting. En ok, konan sem á þetta heimsmet, hún heitir Diana Armstrong. Diana Armstrong. Vá, fyndi hún heitir Armstrong. Ég veit! Það er fucking fyndið. Sagan hennar Dianu er mjög hjartnæm. Hún er actually frekar svona, Lafði Diana eða Hekun? oh my god. Það er ekki stundum ekki hægt að vera með þér, sko. En já, sagan hennar er mjög hjartnæm. Senast, hún og dótturinnar voru óksla nánar. Og eftirminnilegustu stundina þeirra saman voru þegar þær voru alltaf að gera negluna sínar fínar saman, sko. Og þær spjöldluðum alltaf melli heimis og jarðara meðan voru að gera negluna sínar fínar. En dótturinnar dó unexpectedly árið 1997 og þá var hún aðeins 16 ára gömul. Hún fekk astmakast, ég veit það, hún fekk astmakast í svefni og dó. Og síðan þá hefur... Er þetta dey úr því? Apparently. What the fuck? Já, og síðan þá hefur Diana ekki klippt á sér neglunar og hún gerir það sem svona einskonar tribute til dóttur sinnar að klippa ekki á sér neglunar af því þær átt alltaf þessar stundir saman, sko. Ok. Hún héti semst að klippa aldrei á sér neglunar án dóttur sinnar. Sant, svolítið skrítið, sko. Ég veit, þetta er alveg fyrirlega, sko. Og þau svo stóð eitthvað, her unique manicure honors the memory of your child. Þú veist, já, ég menna það. Þetta var alltaf þeirra stund, það bara, ok, Já, veist ekki geta fá, þú veist, unique manicure, þú veist, einu ári eða kveikja á kerti eða eitthvað. Ef þú googlar þessa gæli, þessa neglur, viltu googla hana eða? Sýndum við bara mynd. Ok, What the fuck, ég veit. Þetta er ógeðslega langa neglur. Það er næstu lengra en hún, sko. Okkur finnst við samt myndina af henni hafa verið, þú veist, lengri neglur, þannig að þessi fyrsta. Hún var ekki með lengra neglur, actually. Ég er með What? mynda henni hérna. Var ekki bognar og Ég skrýtnar og ógeðslega. ég veit. Þær voru svona, sko. Ég veit. Þetta er fucking weird, sko. Þetta er svo skrítið. Þú veist þessar myndir á Instagram eða eitthvað. Já, ég skal setja myndir á Instagram. En allavega, anyways, hún er bara honoring the memory of her child með þessu nöglum. Á mjög skrýtin hátt. Á mjög skrítið á. En hún leifir samt ömmubötnunum sínum að naglalakka sig. Ok. Og að naglalakka eina nögl tekur í kringum 4 til 5 klukkustundir.
eina nögl, hún er með 10 sko og Nú og á eina nögl þá fara rúmlega 2 naglalaksflöskur. Það náttúrulega ógeðslegt sko. Pældu því. Annað þetta er viðbjóðslegt. Þetta eru 20 flöskur fyrir báðar. Nei, ég er ekki djókir. Pældu samt í bara the chemicals þegar að vera að naglalakka neglunar. Þetta eru 10 naglur, 20 naglalaksflöskur og ein nögl tekur 4-5 klukkustundir. Það er náttúrulega ekki allt í lagi sko. Nei, maður er bara að anda sér einhverju fucking chemicals allan tíman, skilurðu. Já. Ég fæ illt í nefið bara með því að naglalakka mína ljótu stubbaneglur, sko. Af hverju fær illt í nefið? Já, bara vondlykt að naglalakki. Nei, góð lykt að Það er alveg lóki vondlykt. Ég fíla naglalakk Já, sko. þú ekki ég. En já, viltu vita hvað negluna hennar langar? Já. Samanlagt eru negluna hennar rétt rúmlega 13 metrar. Þetta er viðbjóðslegt. Ég veit það. Þetta er ógeðslegt. 1306 centimetrar og... Kannski er ég verið að þú veist fucking kannski er ég verið að dikkina, mér finnst þetta viðbjóðslegt. Nei, sko, mér finnst þetta rosa fascinated. Þetta fascinator mig. Já, þetta er alveg bara fascinating sko. Þú veist, í heilanum mínu þá er ég bara, oh my god, what? Skilur Ugh. Þú veist, oh my god, mér finnst svo gaman að lesa um eitthvað svona bizarre, bara þú veist, pældi það bara einhver manneskja með svona neglur. Það er svo weird. Ég veit það er allt til, það er til 8 billjón manneskur. En hún Díana, hún segir að spurningin sem hún fái oftast sé, hvernig skeinur þið eiginlega? Ég var að segja á það. Og svarið hennar við því er carefully, varlega. Hvernig? Ég veit ekki, bara, það er eina sem hún segir þegar fólk spyr hana, how do you wipe? Og þá bara carefully. Bara varlega. Bara varlega. Þú veist, en Ari, það er nefnilega annar sem á þetta heimsmet. Hún er með lengstu neglunar female, konu, en það er maður sem er líka með lengstu neglunar. Hann er reynda bara að safna á annari hendinni, sko. Hann er með venjulega Hann er með venjulegar neglur á einni hendi. Af hverju er það samna? Þú veist hvað, maður er að eyða precious árum af lífinu sínu í að geta ekki gert neitt með höndunum. Bara býttu bara þá til við, sko, hann er búin að vera að safna lengi þessi gæi. Ok, anyways, já, maðurinn sem á heimsmetið yfir lengstu neglunar á einni hendi, hann er ekki með á hérna báðum á einni. Það er hinn 89 ára gamli Sridhar Kilal, það er rosa erfitt að segja What the fuck? Já, hann er frá Indlandi og þessar 5 neglur, þær urðu samanlagt 909 centimetrar. Þú veist hvað er það langt? Það er ekki alveg 10 metrar næstu. Nei, það er 9 metrar. Það eru 9 metrar, já. Já, það á einni hendi, sko. Samanlagt á gellunni voru 13 metrar, sko. Og lengsta nöglin hans var þumalputtanöglin, en hún var það er að fá svo mikla klíu. Þumalputtanöglin hans var lengst, hún var 198 centimetrar og hún óks svona og fór í hringi svo snúður. Já, það er ógeðslegt. Hún var svo snúður. Ég skal setja mynd á Instagram. Ég langar bara ekkert að sjá þetta. En já, árið 2018 þá var hann Sridhar komið með taugaskaða í hendina vegna þess hversu þungar neglurnar voru. Svo hann féllst á það að láta klippa þær. Hann var komið taugaskaða. Þetta er svo heimskulegt. Ég veit það. Hafa það langar neglu og bara frægt taugaskaða. Ég veit það. Þú veist, það var sko, já, þá var hann bara rétt rúmlega 80 og hvað, 2 ára eða Til þess að fá, hvað, myndaramma sem stendur bara, vá, vel gert. Það er ekki sem sé að fá að borga fyrir þetta, sko. Hann reyndar fekk borga fyrir þetta. Hold your horses. Why? Af því að. Já, hann fekk taugaskaða í hendina vegna þess hversu þungar neglurnar voru. Svo hann féllst á að láta klippa þær og þær voru klipptar með power tool á hérna. Það er bara vélsög, eða? Ég veit ekki, það stóð bara power tool. Ekki náttúrulega venjulega naglaklippur, það er ekkert að klippa það með venjulega naglaklippum. Það eru fokkið þykkar, skilur. Og þetta var gert á Ripley's safninu, Believe It or Not, í New York og þær eru, neglunar hans eru á Believe It or Not. Já, fekk hann vel pening fyrir þeirra. Já, og hann, þú veist, þær eru bara til sýnis, neglurnar á einhverju gæja. Bara á fokkin safni. Það er viðbjóðslegt. Það er fokkin ógislegt, en mér langar samt svo að sjá. Eina ástæðan fyrir mér langar til New York, mér langar ekki til Bandaríkina at all, en eina ástæðan fyrir mér langar að fara til þess að fara á Ripley's New York, Believe It or Not safnið. Það er alveg cool, sko. Bara, er ekki eitthvað svona Believe It or Not í Danmörku? Það er Believe It or Not í Danmörku og líka það er í Amsterdam líka, en það er náttúrulega stærsta. Það er Amsterdam? Já, og hvað er það? Það er í Hollandi. Hollandi, já. Og hann, ég held að fara á kaffihús þar. Af hverju? Því að það er svona, það er að fara á svona þú veist, weed kaffihús. Oh my god, Ari, ég er ekki að fara að fá weed kaffihús. Það er löglegt í Amsterdam, sko. Áhugaverð staðreynd, ég hef aldrei prófað það. Þú hefur aldrei borðað það? Prófað það. Já, prófað það. Guð. Mér langar sér ekki mikið á þetta safn í New York og sjá neglurnar hans. Ekki mér. Hvernig fannst þetta, Ari? Þetta var ógeðslegt.
Þetta sjá svipinu aðra, hann var disgusted allan tíma. Hann fór Þetta koll allan tíma, bara, hvað er að gera þetta? Mér finnst þetta að vera svipað bara, þú veist, að fara ekki í sturtu í mánuðu eða Þetta er ógeðslegt, sko. Þetta Líka bara... Þetta er svona unclean eitthvað. Líka bara, getur þú veist, ímyndað er dörtið sem fer undir neglunar. Þú veist, maður fæst þetta svona svartar rendur undir neglunar, skilur. Keep a little dirt on the pillow for the turtle. En já, Ari, það var líka saga konuna með lengstu táneglur í heiminum. En ég ákvað að taka Konuna með lengsta tippið í heiminum. Oh my god. Ég ákvað að taka ekki að því að ég vissi að þú myndi vera ógeðsleg. Þú ert ekki til líka að tala grippers. Nei. Ekki grippers með löngum nöglum allavega. Það er nesti, sko. Ari fílar ekki grippers. Nei. Ari er alveg bara að fara í sokka típa, sko. Bara í sokka, eitt rók. No grippers around Ari. Ég er ekkert eitthvað á móti, ég hef aldrei verið eitthvað á móti, þú veist, ég er bara mjög indifferent. Hvað er þetta að segja? Þetta láta mig hljóma eins og hati fætur, hvað? Anti-Quentin Tarantino eða eitthvað? Hvað er þetta að meina? Þú ert ekkert svona fan af löppum, sko, þannig ég ákvað að taka ekki... Mér er sama, þú veist, ég get farið í báðar áttir. Hvað er þetta að tala um? Hvað láta mig hljóma eins og ég sem bara, þú veist, rasískur á móti fætum? Nei, ég er bara að reyna að segja, þú ert ekki með fútfetti, skilur, þú ert ekki gegna þessum. Nei. Þannig ég tók ekki tánaglukonuna, skilur. Nei. Ok, ertu reddi í næsta heimsmet? Já. Ok, lof mér að segja frá henni Elaine Davidson. Hún er mest gataða kona heimsins, pierced, þú veist, með piercings. Já. Þú manns kannski eftir henni því hún var líka í Guinness-bókinni 2005. Já, byrju, já. Þá hef ég séð hana. Þú hefur séð hana? Er hún ennþá með metið? Hún er búin að vera með metið síðan árið 2000. Damn, ég fættist þá, sko. Ég veit, og hún er búin að vera með metið síðan þá. Fun fact, ég ætlaði mér þegar ég var yngri, þegar ég sá myndaði henni, ég ætlaði að slá metið hennar. Új. Ég veit það, ég ætlaði að vera manneskjan sem myndi slá þetta heimsmet. Það var Samkvæmt og af og eitthvað, þá ertu bara miðurögla með metið. Oh my god. Eða einhverju gömlu fólki sem sér þig. Ég er ekki að djóka, sko. Þetta var bara þegar ég sá þessa gæli, ég var bara, ok, slei, ég ætla að ná þessu meti. Þetta er heimsmetið sem ég ætla að ná. Talandi afa, ég held ég hafi hætt við þegar ég var komið með 20 göt og hann spurði mig hvort ég væri farin að leka. Já. Þess að ég segi, þetta er svo mikið svona boomer dæmi. Þetta er svo mikið fucking boomer dæmi. Þetta er leka. Nei, sko, ég er ekki að djóka. Þegar ég fekk með gatið hennar labrit hérna í vöruna, þá sagði hann þetta, hann bara eitthvað, þú finnur bara að bregða með að leka þetta svona. Samt fun fact, ég get spýtt vatn út þetta gat. Ég prófaði þegar ég er að busta mig að bara spýta, það kemur ekki mikið en það bara Oi! En já, þannig ég hætti við, ég er bara með sko. Já, það er eins gott. Ég er bara með. Ég hef líka sagt þér að það væri fáið. Ég veit það. Ég er sko með, hvað, 6 + 7 hættu. Það er að gera 6-7 gesture. Ok, teljum. Ég byrja á því áður og sagði 7 sko. Nei, ég var komin upp í 21 katt. Shit. Ég hef fengið með 21 katt, ég hætti svo. Mér langar samt í fleiri sko. Eira mitt er ekki orðið fullt. Nei. Þannig, mér langar alveg í alla leið. Mér finnst það þér alveg, þú veist, ég meina ég ætla ekki að segja hvað það gera en Þú alveg nóg að Nei, finnst bara að meðan þú ert ekki að fara út í svona Nei, ég fer ekki í extreme sko. Record dæmi sko. Nei, ég fer nú ekki að fara hérna. Ég fílaði að þú varst með hérna anti-eyebrow. Já, það var geggjað, ég elskaði það. Og líka aftan í hálsinum. Það var geðvikt. Það var ekki dermal eða eitthvað. Dermal aftan á hálsinum. Kellin. Þú með þetta? En já, sagan hana Elaine Davidson. Árið 2000 þá sló hún fyrst metið sem gataðasta kona heims og þá var hún með 462 göt. Það eru 462? Holy shit. Árið 2000. Já, þú veist, það er alveg mikið, alveg stór tala, skilurðu. Það er huge. Býttu bara, hún er með metið en það í dag. Ég ætla að leyfa þér að giska hvað hún er currently með mikið að götum. Hvað heldur hún sem er mikið? Hvað sagði, 2002 var hún með 462? Árið 2000 þá var hún með 462. Árið 2000? Já. Holy fuck. Hún er örugglega með svona 900 plus. Hún er með 19.001 göt. 19.000? Og markmiðið hennar er að fara upp í 20.000 göt. Þannig ég held ég reyni ekkert að fara að slá þetta heimsmet. Það er, hvernig passa þá líka mann? Ég veit ekki, enda segir hún í viðtalið henni langar í 20.000 göt en það er spurning hver hún á að koma þeim fyrir á líkamannum. Býtu, er hún, þú veist, eru þú veist 100 kíló af götum á henni? Nei, en það eru í kringum 5 kíló af götum á henni. Ekki meira? Nei, þetta er bara, þú veist, hún segir í viðtalið að henni langi 20.000 göt og hún veit ekki hvað hún á að koma þeim fyrir því að allt þetta skart er líka að fara að vega mjög þungt af því það vegur í kringum 5 kíló. Það er náttúrulega crazy sko. Þetta er lítill hundur. Holy
Fjokk? Í sama viðtali var hún spurð hvernig það væri að fara í gegnum öryggislið á flugvöllum. Það sagði hann að það væri bara fínt svo lengi sem hún gleymir ekki að taka sér úrið. Ég myndi. En já, til að nefna einhverja staði svo getur séð fyrir því að hvað þetta klikkað og þið sem er að hlusta. Þá ætla ég nefna bara tungun hennar. Hún er með 40 göt í tungunni. Hættu Í tungunni. Hættu Og eitt af þeim er svona stretched gat þannig hún getur sett puttana sín í gegn. Bara eitt putt í einu samt. Ari, ég er bara að láta að fá klíu endalist í þessu þætti. Ég get ekki svona dæmi. Þetta er bara, þú getur verið að tala um einhver body horror fyrir mér sko. Þetta er bara Heyrðu, ég ákvað að taka ekki body modification. Ok, þetta er body modification. En þú veist, Þetta er body það er modification. til heimsmet body modification gæi sem er búin að láta setja horn undir húðun á sér. En ég tók það ekki fyrir það því það var eiginlega og eins og grúsom Það er sko. líka einhver sem í bandaríkjum sem fór í lítaðgerð til þess að líta út eins og hann verið kólaskur. Ó, ha? Eins og hann væri kóruskur? Já. Nú? Af því hann elskar K-pop það mikið eða eitthvað. Ok, vá, hvað það er random. Crazy, sko. Slay? Nei, það er Ég veit ekki hvað er ekki. Nei, what? Það er bara racist Já, sko. pínu racist, já. What the fuck? En þessi gæi, sko, sem á það heimsmet, ég held hann hafi verið eitthvað worshipið in the devil eða eitthvað, hann lítið bara græða fullt hornum undir húðun á sig, það er annar mál. En já, anyways, já, 40 gutt í tungunni og svo ég las nokkar greinar um hann og ég hef líka bara, þú veist, verið að fylgja sér gælu svo lengi að því að ég er bara búin að vera fan síðan ég var lítil. Það er alltaf tekið fram hversu mörg göt eru á einkasvæðin hennar. Hvað svæðinu hennar? Það er bara fucking pussan á henni. Já, bara þar, já. Inga svæðinu hennar. Ég er að reyna að vera dönnuð. Ég er að reyna að vera pent. Ég er aldrei pent, skilur. Ok, já, fokkin píkur hennar, skilur. Þú veist. Viltu gíska hvað er mörg á því svæðið? Ég er bara hræddur að gíska. Þau eru í kringu 3000. Hvað er þetta að segja? Bara in the piss, skilur. Bara, og það stóð inside and outside. Ég bara, inside? Hvað er þetta að segja? Nei, ég er bara að segja sannleikan. Googla þetta, skilur. Ég með bara ángar það ekki. Þetta er sögun af dýinu. Nei, fyrir ekki. Það er kona með neglunar. Ég actually get ekki séð þetta fyrir mér sko. Viltu að ég sína mynda henni? Já. Þetta er fucked up. Og það er fæst götin í andlið. Hún er bara með rétt rúmlega 200 í andlitinu, sko. Flest götin eru á, þú veist, líkamannum hennar. Hvar? Bara allstaðar. Hvað eru mörg í, þú veist, fucking gerutinu á henni bara, þú veist? Veit ekki. En hún er alveg með 192 í andlitinu, 40 í tungunni. Og, 40 í tungunni. Já, en þú veist, andlitinu er fráskilið frá hérna eyrunum, sko. Bara í andlitinu er 192 gött. Já, ok, what the fuck? Þetta er crazy, sko. Þetta er svakalegt. Ég ætla að slá þetta heimsmet, ég feina að gera það ekki, sko. Nei, skal ekki vera að reyna það held ég. Hvernig finnst þér so far? Ég finnst þetta fucked, sko. Þetta er bara alveg fucked up, sko. Ég ætla að fara úr nöglum og piercings í eitthvað eins léttara. Heimsmet númer 4. Ok. Ari bara í sjokki, Ég er bara hættur hvað kemur næst. Nei, þetta er aðeins léttara, þetta er á léttur nóturum. Sko, ég hérna actually skil ekki alveg hvernig sum heimsmet verða til. Þessi maður glifti 15 kveikjara. Þetta er svo svipa stúpid. Þú veist, ég skil ekki hvernig sum heimsmet verða til af því þetta er svo stúpid. Flestar klósettsetur brotnar á 1 mínútu með haus. Með haus, bara slammað á hausinn. Á hausinn á honum? Já, bara á hausinn á honum. Hann gerir hann sjálfur eða einhver annar? Það er bara hann gerir. Why? Af hverju klósettsetur? Þetta er bara, þetta meikar ekki sens. Ég veit það, sumt að þessu er bara svo random, þess vegna elska ég þetta. Þetta er svo random. Þetta er svo heimsk. Þetta er svo bizarre, ég elska hvað þetta er bizarre. það er alltaf eitthvað charming við það, sko. Ég elska random hlutur, skilur þú veist. Já. Líka bara hvernig fær hann þetta í hausinn, bara eitthvað, oh my god, veistu. Hann lemur þetta í hausinn. Bara eitthvað, you know what, oh my god, það er Þú varst að segja mér það. Þetta er svona, you know what, I'm bored. Förum og hérna, setjum closet-setur í hausinu á okkur og reynum að fucking ná einhverja heimsmyndi. Skilur þú Þetta er hvað eitthvað svona Jackass dæmi, sko. Þetta er svona hugmyndaflugs, já, þetta er Jackass hugmyndaflug. Ég meina þetta er ekki hann fucked up. Nei, ég ætla að segja það eins frá þessu. Sérst maður er nafni Kevin Shelley, hann á þetta heimsmet. Þú veit að heitir hann Kevin. Hann heitir fucking Kevin, sko. Og hann ákvaða að verða heimsmeistari bara literally í einhverju, sko. Já. Og hann braut hvorki meira en minna á 1 mínútu 48 klósettsetur með hausnum á sér. Já. Þetta er næstu seta á sekundu, sko. Ég er með málum með eitthvað í hausnum sem... Ég bara veit það ekki, alltaf ekki með mikið. Ég er ennþá með þetta heimsmet, eða? Já, hann er með þetta heimsmet. Hann á þetta heimsmet. Ég það líka, er einhver annar búin að prófa, þú veist, vera það heimskur að prófa þetta? Nei, en hann reyndi hins vegar að brjóta sitt eigið met. En hann komst þá bara upp Þetta er það heimskulega, það er líka bara sad ef engin annar hefur prófað, sko. Ég veit, en þú veist, hann reyndi að brjóta þetta heimsmet árið eftir og þá komst hann bara upp í 44 klósettsetur á 1 mínútu. Bara? Ég skil ekki alveg hvað fær fólki að gera þetta, en hérna, hann gerði þetta allavega. Þetta er heimsmet, þetta er svo sannlega heimsmet. Þetta er heimsmet, þetta er með því heimskulega sem ég heyrst. Ég veit. Ég skil alveg svona heimsmet sem einhver, þú veist, margir reyna að brjóta eða eitthvað. Já, ég líka. En þetta er náttúrulega, mér finnst þetta bara sad, sko. Ég veit.
Og þú veist, þetta bara er mörg þannig. Það eru mjög mörg þannig. Guð. Eins og til dæmis þetta er næsta. Já, Þú til dæmis gætir ekki reynt að slá þetta heimsmet. okkur ekki. Af því að þetta er hávarasta róp alheims. Ok, það er samt alveg, heyrðu, það er fyndið, sko. Það er alveg fyndið. Ég er bara að segja, þú getur ekki reynt við þetta. Sko. Nei, ég veit, það er Anna, Kristín. Ok, maður að nafni Neville Sharp sem á þetta heimsmet og hæsta rópið hans mældist 112,4 decibel. Hæ? Það er svakalegt, sko. Ertu með eitthvað comparison fyrir Já. hvað það er hátt eða? Ég er með comparison. Ok, rópið hans 112,4 decibel. Remember that. Flesta ryksur eru í kringum 60 til 80 decibel. Tónleikar, metaltónleikar eru oftast í kringum 90 til 140 decibel. Hvað ert að segja? Og keðjusög og sírenur og túpa, hljóðfærið túpa eru í kringum 100 til 120 decibel. Þannig hann er á pari við það. Og það er til myndband að hann gera þetta á YouTube. Heyrðu, ég þarf að fá að sjá þetta. Ég veit að þetta er crazy, Sko. sko. Setja það í gang núna. Já. Setja bara upp mækin. Já, ég skal gera það. Mér finnst þetta alveg fyndið rekorda því að þú veist, þetta er alveg, þú veist, ég meina rópalli, sko. Þetta er ekki allt í lagi. Og síminn minn er ekki einu sinni í hæsta, sko. What the fuck? Ég er að spila þetta í gegnum síman bæði. Þú veist, já, tjekkið bara á þessu. Neville Sharp, 112 decibel loudest burp. Þetta, vá. Hann er í Guinness World Records bókinni. Já, ég heyrði það. Þetta er crazy samt, sko. Þetta er allt búið að vera eitthvað svo skrítið, eitthvað svona líkamsdæmi. Heyrðu, það er bara geggjað því að næsta er einmitt líka mjög skrítið líkamlegt dæmi. Ég veit það reynd. Guðið sem er lengsta tippi ever. Heyrðu, ég tók það ekki reyndar. En það er til. Það er auðvitað það til. Að sjálfsögðu, greið samt, hún líður illa. Ég myndi halda það. Nei, sko, bara þetta er svo þungt, þetta er svo fyrirfæra mikið og nei, veistu hann. Þetta er svo þungt. Hann á erfitt með þessu, hann nær niður fyrir hné og það er mjög þykkt. Bara slakur eða? Já, bara slakur og hann á erfitt með að pissa. Þetta er í alvörunni til, Ari. Ég ákvað að taka þetta ekki, bara. Það er svakalegt. Ég átt að taka það. Fuck, ég átt að taka það. En greið kallinn með stærsta lið heims, hann bara, þú veist, hann er bara. Já, greið hann. Nei, hann getur ekki stund að samfæris. Nei, ég trúi því alveg, þú veist, það er örugglega umrætt, sko. Anyways, ef við halda áfram að tala ég er búin að fatta það að ég hef greinilega mjög mikinn áhuga á bizarre hlutum sem fólk getur gert með líkamanum sínum. Eins og heimsmet nummer 6. Mesta lengd sem maður hefur Þú hvað? Hvað það segja? Nei. Þú ert að fara að tala um teipi, sko. Ég er ekki að fara að tala um teipi. Mesta lengd sem maður hefur skvörtað mjólk úr auganu sínu. Ok, sko, þú sagði skvört með þessi, sko. Úr auganu? Hann fór, menn skvört ekki, sko. Nei. Ég held ekki. Já, það er vísi. Ok, bye. Hvað sagði, skvört af? Mjólk úr auganu sínu. Úr auganu sínu? Mjólk úr auganu sínu? Þarf það að vera mjólk? Þarf það ekki að... Já, það actually þarf að vera mjólk, af því það er mjúkt. Heimskulegt. Sérst, maður hann með Ilker Yilmaz, kann ekki segja þetta. Gott nafn. Hann sló þetta met árið 2004 og hann á ennþá þetta met, en hann nær sérst að skvörta mjólk úr augun á sér tæplega 3 metra, eða 279 centimetra, og það er til myndband af þessu á YouTube, by the way. Þetta er svo döm, sko. Þetta er fáránlegt. Þetta er fáránlegt, það er líka fucking weird að horfa þetta. Það er actually mjög óþægilegt að horfa þetta. Hann tekur mjólkina, snortar hann í gegnum nefið. Ha? Já, svo hann fari upp í göngin sem að leiða í augun og hann snortar hann Eru göng sem leið upp í augun? Já, þess vegna færðu stýrur. Nei. Jú, víst. Nei, ég er ekki að fokka. Új! En hann allavega, ok, það er hægt að kúa. Ok, hann snortar mjólkina inn nefið, bara eins og kókaín skilur. Og svo heldur hann... Já, kókaín. Og það er mjög líka það. Svo heldur hann fyrir nefið á meðan hann ítir og svo tekur hann auga svona niður, heldur fyrir nefið og ítir hann út nefið. Hvernig er þetta íti ykkur út um auga? Já, hvernig er þetta íti ykkur út auga? Ég veit ekki, hann skvörtar mjólk út auga. Þetta er fucking nasty, þetta er ógeðslegt. Anna, þetta er allt ógeðslegt. Hvað er þetta að gera við mig? Og hann hefur slögt á kertum á sviði. Já, það þegar fólk gerir eitthvað ógeðslegt, sko. Ég veit það. En hann hefur hann slögt á kertum með mjólk sem er skvörtað úr augun hans. Þetta er ekki allt í lagi. Ég veit það. Új, maður. Það er að kúast.
Það er til myndbandið, viltu sjá hann Nei, slökka? mér langar bara ekki að sjá það. Ef þú fara á YouTube og skrifa Já, getur linkað á Instagram eða eitthvað, ég er ekki fyrir að horfa á það, sko. Ilker Ilmas squirting milk from his nose Ilker Ilmar Nei, squirting from his fucking eyes Bruh. og slökka kertum Það Þannig er að svona mest useless superpower ever. bara, ég get skvörta mjólk frá augunum mínum Þetta er samt viðbjóður, sko. Þetta er ógeðslegt. Ég horfði á Þú veist, alveg impressive, en þú veist, þetta er... Nei, ég horfði á 2 myndum Ég horfði á þegar hann var verið að skvörta þessu á kerti og líka þegar hann var actually að ná metinu, þú veist, heimsmetinu Ég trú ekki orðunum sem er að koma út af þér núna, sko. Þú veist. bara, Viltu að ég sína þetta? Nei. Ok. Þetta er samt Nei, bara þú ert að segja svo mörg fánalega orð í einu. Þú veist. Harry, pældi samt í þessu hvað þetta er áhugavert Já. Þetta er mjög Fyrir einhvern örgulega. Er ég ekki áhugavaldað í heimsmeti? Sko, þetta er alltaf eitthvað svona ógeðslegt líkamsdæmi, þú veist. Heyrðu, nú er ég að fara að koma reynda með svolítið impressive heimsmet sem er ekki ógeðslegt líkamsdæmi Ok. Hvaða heimsmet hefur þú mest áhuga eða þú ert að skoða, þú veist, hvað finnst þið skemmtilegt að skoða? Ég hef ekki skoðað neitt, sko. Það er mörg ár síðan ég opnaði Guinness World Records bók eða skoðaði eitthvað Guinness World Records dæmi, þú veist. Er skrítið að vera með obsession á heimsmetum? Nei, kannski, ég er ekki sem vinn með það, sko. En ég sá einhvern gaur taka þátt í einhverjum svona núlu átkeppni. Oh my god, já. Borðaði, þú veist hvað, 40 skálar af svoleiðis. núlum á bara, þú veist, mínútu. No joke, og hann fikk bara geðvikt fljótræði. Það var fáránlegt, sko. Ok, 40 mínútu kannski ekki alveg, en ég man ekki hvað það var en eitthvað. það var, þú veist, borðaði endalaust af einhverjum núlum á og líka einhverjum tíma. lengsta núla heims, það er líka heimsmet. Já, var hann stæðin tippið á gaurnum hann með stærsta tippið í heiminn? Það er svo fyrirandi. Það er heldig snúða, sko. Helvítis núðla. Dude. Ok, lof mér þá að segja þér frá honum fertuga Alex Honnold. Já, segðu mér frá honum. Kveikir þetta nafn á einhverju vjöllum eða? Nei. Ok, af því hann er mjög frægur actually. Ok. Hann er low-key-slay, sko. Hann á nefnilega nokkur heimsmet og ég ætla að segja þér frá 2 af þeim sem eru crazy. Hann á segast heimsmetið í því að klífa upp hæstu skyscraper bygginguna án alls öryggisbúnað. Fuck, Burj Khalifa það? Sko, bara, hann fór ekki upp Burj Khalifa en það hefur enginn, sko, klifrað eins háa byggingu free eins og hann, skilur við. Án öryggisbúnað. Hann er eini maðurinn sem hefur klifið upp svona stóra skyscraper. Oh my god. En hérna, þú veist, og bara enginn öryggisbúnaðar. Bara, þú veist, hendurnar, fæturnar og willpower. Hann sérst klifraði upp byggingu sem er í Taiwan og byggingin heitir Taipei 101. Já, ég veit hvað bygging Veist hvað er? Hún er með 100... Hún er crazy, sko. Hún er fucking crazy af því að það er sko 101 hæð. Hvernig klifur hann það án, þú veist... Bara, God knows, búnaðs? ég bara skil ekki hvernig hann gerði það. What the fuck? Og sérst, það heitir Taipei 101 þessi bygging og er með 101 hæðum eins og nafni gefur þetta kynna. Og byggingin er 508 metrar á hæð og byrjum þetta saman við... Fuck, er hann stór? Ég veit það. Byrjum þetta saman við Burj Khalifa. Burj Khalifa er 830 metrar. Já. Þannig að þessi bygging er 508 metrar. Kjaftaði, sko. Nákvæmlega, þetta er big ass bygging og hún var líka byggð, sko, þessi bygging, hún var byggð til þess að líkast bambus. Þannig hún er ógeðslega erfið í laginu. Mjög cool bygging, sko. Ég veit það, þetta er bara málmur og gler upp í raskotunum þér. Gerlin. Klifur hann upp alla bygginguna? Hann klifraði alveg á toppinn. Wow. Og þetta er ekkert þægilegasta bygging í heiminum til að 500 metrar án öryggisbúnaðar. Já, og hann gerði það bara og hann var ekki lengi að því. Það tók hann ekki nema 1 klukkustund og 31 mínútu að gera þetta. Holy fuck. Þegar hann komst á toppinn, þá var eina sem hann hafði að segja Sick. Fuck, ég mista No joke. En já, þessu var segast livestream á Netflix og þetta er ennþá á Netflix. What? Og ég andjóks mæli með, ég er ekki djókum, ég mæli með að horfa. Já, ég horfði á þetta. What the hell? Og hérna, ég horfði á þetta live, by the way. Ég var svo spennt. Hefur þú svona mikla Ég er obsessed, sko. Ég horfði á þetta live. Ég var með í livestreaminu og þetta er á Netflix núna. Það er alveg cool, sko. Og þú veist, ég er ekki djókur, ég er að spá að horfa á þetta aftur, sko. Þetta var svo fucking geggja, ég skal horfa á þetta með þér eftir. Ég sjá þetta, Nei, ég er ekki djókur. ef mér finnst spennandi, ef við byrjum að horfa á þetta eitthvað og mér finnst það ekki spennandi, þá nenni ég ekki að horfa á það, sko. Nei, sko, ég var on the edge allan tíman. Ég var bara, þú veist, ég var on the edge. Of glory. Oh my god. Það er bara, þú veist, það þarf ekki meira en bara smá slip og hann er dauður. Já. Þú veist, og þetta er ógeðslega erfið bygging, þú veist, þetta er bara Það er frekar crazy, ég veit ekki alveg okkur fólk gerist svona eitthvað sem getur bara að dreipið það. Nei, en þetta er annað heimsmeti sem ég ætla að segja frá með honum. Hann á nefnilega annað heimsmet sem er líka mynd á Netflix. What the fuck? Ég veit það, þetta er alveg frægur gæi, sko. Þetta er alveg svona gæi sem er alveg þekktur bara fyrir hvað hann er klikkaður, sko. Okay. Hann er ekki klikkaður, skilur, en hann með þetta, þá er hann crazy. Hin myndi sem er með hann á Netflix, hún er líka heimsmet, hún heitir Free Solo
og það er crazy heimsmet. Hann semst er sá fyrsti og eini sem hefur klifrað upp El Capitan klettin í Kaliforníu án nokkurs öryggisbúnað. Ég hef ekki hugmyndu hvað það er. Nei, ég skal sýna þér El Capitan. El Capitan. El Capitan. Þetta er bókstaflega bara svona, þetta er bara svona klettur, bara þernýpi sko. Þetta er bara beint niður. Án búnaðs. Án alls búnaðs. Alls búnaðs. What the Bara, fuck? hann bara, þú veist, What the fuck? ég veit. Hvernig geta að gera það? Hann klifraði bara upp þetta. Þú voru að minna eftir öllu sem myndir. Já, ég skal setja alla myndina hennar á þátt á Instagram, bara endilega fylgist með á Instagram þegar þú eru að hlusta á þátt. En allavega, anyways, ég reyndi... Sjátt við, skilur við, sjátt áhugavaldar á Instagram. En já, bæði, ég reyndi að horfa á þá mynd á Instagram. Nei, á Netflix. Ég reyndi að horfa á myndina Free Solo Netflix, ég bara gata ekki. Ég var bara í svo miklu taugarhrúgu að horfa á þetta, ég gata ekki. Ég var að skýta í buxurnar. Það? Já, þetta er 915 metra lóðréttur klettur. Þú veist samt að hann er á lífi. Já, ég veit það, þetta er bara svo, þú veist, ég var bara svo fucking, ég var svo mikið taugarhrú að horfa þetta, ég gata ekki. Þú veist, hann klifraði þetta bara með engan Það er ekki verið nervus að þú veist að hann er á lífi. Nei, ég veit, þetta bara, ég gat ekki horta á þetta. Þetta er Já, bara, okay. Þetta er taugatrekkjandi að horfa á þetta, sko. Já, Ég er ekki að djóka líka, af því þú veist, ég er óslega lofthrædd og það er alltaf verið að sína skot þegar hann er bara, hann sé það að sína skot niður. Var ekki dróni með honum eitthvað sem var að taka allt upp? Það var gæi í bandi að taka þetta upp, skilur, minni mig. Já. Þú veist, gæi í, þú veist, þetta var náttúrulega tekið upp á mörgum stöðum og örgulega drónu líka, en mér minnir að hafa verið, þú veist, gæi í öryggisbúnaði að taka upp, þú veist, hann. Þið voru í bandi? Oh my god. En já, allan, þú veist, hann pældi hvað hefur verið auðvelt fyrir hann að detta og dreipast. Já. En hann gerði þetta og það er hægt að horfa á Netflix. Þegar hann mætti upp, sagði hann aftur sick eða? Ég veit það ekki, ég klára ekki myndir á. Ok, við getum líka að horfa á þessa mynd. Ég kannski þú er að horfa hana, þú ert með mér. Ég sko, ef ég nenni að horfa fyrstu. Ég er Þessi gæi líka ekki fangirinn. víst að ég nenni að horfa á þetta, sko. En finnst þér ekkert bizarre við hann að gæja að gera þetta? Þetta er mjög impressive. Að því að taugasérfræðingar rannsökuðu heilan í Alex. Bara rannsökuðu hann með bara Bara eitthvað, þú geðugur hann að Já, gera því? hann fór í segulómin og fullt af rannsóknum og svona bara heilan á hann, sko. Og kom í ljós að mandlan í heilanum Er maður möndlu í hílum? Það er svæði í heilanum okkar sem heitir mandlan og hans mandla er basically óvirk. Hvað gerir hún? Sko mandlan í heilanum okkar er fight or flight, þú veist, það er staðurinn sem að lætur okkur fá hræðslu og panik og þú veist, það er það sem fer í ganga og fer í svona fight or flight, skiluru, þú veist, þá ég að berjast á ég að flýja, þú veist, þetta er svona hræðslu viðbræðið okkar, panik viðbræðið og hans mandla er basically óvirk eða það er allavega mjög erfitt að örfa hana, þú veist, og hann er basically ónæmur fyrir tilfinningum eins og paniki og hræðslu. Já, bara panik og hræðslu, Já, ekki, þannig bara bara- ekki ónæmi fyrir tilfinningum. Nei, hann er ekki ónæmur fyrir neinu tilfinningum en þú veist, hræðslu tilfinningar og panik og hann finnur ekki fyrir því. Það er fucking crazy Já, samt. þannig þegar hann er bara eitthvað að klifra, hann finnur ekkert fyrir þessi hrættur eða neitt, hann er bara slakur að njóta og lifa. Slakkur að njóta að lifa. No joke, sko. Þetta er bara, þú veist, ég vildi óska að mín mandla vera óvirkar, þetta grínast eða. Það Já, væri fucking næs, sko. ég sé ekki að maður er með möndlu í hílanum. Nei, við erum alveg með möndlu, sko. Eða, þú veist, þetta heitir mandla, þetta svæði í heilanum, skilur. Hvernig fannst þetta? Þetta var cool, sko. Það ekki? Jú. Ef að horfa á Skrítið mynda. gaur en þú veist. Hann er samt fucking næs, sko. Og hann er líka kona og börn, skilur, ég er bara eitthvað gaur og dettur og deyr, þá bara ertu búin að missa það. Já, En hann er bara ekkert að detta deyja, hann er bara low-key að klifra. low-key að Það klifra. er eitthvað kalk á höndunum. Ok, Ari, því miður þá er næsta líka líkamann á okkur. Ok, heimsmynd nummer 8. Lengsta augpoppið eða the farthest eye pop. Hvað er þetta að segja? Bara þegar Tekið auðvun eða bara þegar auga fer, þegar hún er að skjóta augunni þínu úr augtóftinni. Þannig að fer svona út. Hætti þessu. Það eru 2 sem eiga þetta heimsmet. Það er ein kona og ein kall sem eiga þetta heimsmet. En já, konan sem hefur náð að poppa augunum sínum lengst út úr augtóftunum sínum, hún heitir Kim Goodman. En hún nær að poppa þeim út 1,2 cm. Það er sæju svipun og aðra. Þetta er viðbjörnslegt. Þetta er ógeðslegt. Ég hati þetta. Og gæinn sem hefur náð þessu, hann heitir Williams Martin Sanchez Lopez. Shakespeare. Hann nær að Getur hann með fleiri nöfn? Holy fuck. En já, hann nær að poppa augunum sínum út 1,9 cm, næstu í 2 cm. Bara eitthvað Af hverju? Bara Af eitthvað- hverju getur fólk gert eitthvað með augunum? Þau er bara að horfa. Þetta er ógeðslega scary, sko. Má ekki gera neitt með augun. En sko- Þau að horfa. Ég veit það, ég skal sýna þér þetta. Að því sko, þegar maður sér þetta, þú veist, ég held Maður á alltaf- ekki að vera eitthvað feikt í þeim. Þú veist, maður á ekki eins og að nutta augun, sko. Nei, Þú veist, maður gera samt alveg. ég reyni það ekki. Ég ætla að sýna þér þetta, að því að alltaf þegar ég sé þetta, þá líður mér bara eins og augun sé að fara að detta úr hauskúpunni. Já, Þau eru bara að fara að detta út úr hauskúpunni, skilurðu. Nei, stí, sko. Ói! What the fuck? Býttu, þetta er gæinn. Ég veit, Ég get ekki að horta á það. Arra kúast. Hætta þessu. Augun eru bara
low-key að detta út úr Oj, hausnum maður. sko. Þetta er ógeðslega skeri, þetta er bara eins og eitthvað svona sem maður sér í Ég martrum þól ekki, sko, þú veist, ég get horft á, þú veist, Walking Dead og eitthvað shit, en ég þól ekki því að sé eitthvað svona í alvöru. Það er ógeðslegt. Vá, ég veit, ég er sko akkurat andstæðan. En ok, hvernig fannst þetta? Ógeðslegt, viðbjörslegt, ég hata þetta. Finnst þér ekki gaman að vera? Ef þú tekur heimsmynd eitthvað svona aftur, þá finn eitthvað venjulegt, þú veist. Ég Gaur. er fljótasti tíminn til þess að borða, þú veist, 5 banana. Ok. Það var samt sko mest af heimsmyndu voru íþróttatengt. Þú myndir örugglega elska að lesa körfubolta og fótbolta og svona drastl í þessum heimsmyndum sko. Já. Bill Russell á flesta NBA hringana. Hver? Meir en fingurnir á höndunum hans. Ha? Já. Ég bara veit ekki hvað Hann að vann svo segja. marga titla með Celtics í, þú veist, 50-60. Ertu að segja mér heimsmynd? Nei, þú veist, ég veit ekki hvort þessi heimsmynd eitthvað. Ég bara veit að Bill Russell á flesta NBA úrslita hringina. Hvað er úrslita Þú ringir? veist, ef maður vinnur NBA úrslitin, playoffs. Já, ok, geðvikt. Já, Það er reyndar impressive. já, það er mjög impressið. Það er ekki hægt að gera nú til dags. Hann alltaf var að spila með einhverjum pípurum og eitthvað 1950, sko, þú veist. Já, nú veistu eitthvað um NBA-na. Já, gott að vita eitthvað um NBA. Já. Það er gott að þú sért að fá svona fræðslu um augu á fólki og ég er að fá fræðslu um NBA. Hvernig finnst þér þetta hérna infodump mitt so far? Ógeðslegt. Ég held ég sé að átta mig á því að obsessionum mitt á heimsmyndu sé bara yfir einhver svona fucking bizarre, disgusting heimsmynd. Apparently. What the fuck, sko. Ertu tilbúin í næsta? Það er ekki næstu. Ég er ekki viss með sér Ok, tilbúin. það er ekki næstu, Ok, actually. það er ekki næst í, þá er ég tilbúin. Heimsmynd nummer 9. Number 50. Hvað er þetta? Burger King foot lettuce. Oh my god. Heyrðu, hún Olga Liashuk er úkrainsk kona sem á heimsmyndið í að kremja 3 vassmelónur milli lærana á stystum tíma. Should have been me, sko. Ari! Hvað meinar þú? Should have been me. Ok. En það sést tók hann ekki nema 14,65 sekundur að gera það. Alveg kona, sko. Bara 14, næstu í 15 sekundur að kremja 3 vassmelónur milli lærana. Mjög, það er impressive. Þú getur séð myndið á YouTube. Ég ætla að gera það þér. Það er mjög cool. Bara í einrúmi. Hún er með, oh my god. Hún er saman með big ass læri. Það var sko, þegar hún var að gera þetta, það voru fleiri sem prófuðu að hérna kremja vassmelónur milli lærana. Það er var örgulega sjens fáránlega erfitt, líka sko. bara 3 á 15 sekundum. Holy shit, sko. Er þetta grínast í mér eða? Já, já. Þetta var bara stutt og laggótt. Það er mjög sexy oft þegar kona getur bara, þú veist, maður veit að kona getur bara, þú veist, dreipið mann, sko. Þegar kona er bara strong as fuck. Það er bara sexy as hell. Láttu mig þekkja þar í. Þetta var svona léttulega gott og skemmtilegt. Við Ari elskum hérna Brienne of Tarth í Game of Thrones. Hún er sterk kona. Góði karakter. Hún er fucking awesome. Ok, þá ætlum við að fara í heimsmet nummer 10. Heimsnet. Fuck off. Drepi. Ok, þetta er svolítið hérna crazy sko. Crazy? Heimsmet nummer 10. Where's the girl? Skrýtnasta mataræði heims. Hefur heyrt þetta? Er það gaurið sem borða flugvélar og þetta? Já, ég hef heyrt þetta. Það er mjög crazy. Lof mér að segja þér frá honum og þér sem erst að hlusta. Hann Miguel Lotito, Lotito. hann dó Er það franskur? Hann var franskur. Skemmtikraftur. Hvað segja? Hvernig var hann franskur? Hann dó 2006. Já. Hann er alveg lóki dáin sko. En já, Miguel Lotito var franskur skemmtikraftur með mjög furðulega eiginleika. Hann byrjaði mjög ungur að borða furðulega hluti og þegar hann var úlingur þá kom í ljós að hann var með ákveðin svona eating disorder sem heitir PICA eða PICA og lýsir sér þannig að hann hefur mikla list á efnum og hlutum sem að hafa ekkert næringalegt gildi. Það er sann svo skrítið, sko. Ég veit það. Og hann fór í rannsóknir hjá læknum og læknar sá að maginn hans var með óvenjulega þykkt stomach lining. Hvað þýðir stomach lining? Bara stomachlæningið. Já, það er bara svona. Ég man ekki hvað það heitir á Ég veit íslensku. alveg, ég er nefnilega finna ekki neins staðar. Ég kann ekki læknisfræðileg terms hérna á íslensku, sko. Það er örugglega svona, já, bara magalagið. Magalegið. Já, hann var með óvenjulega þykkt stomach lining og fáránlega öflugar magasýrur. Og getur bara getið, þú veist, járn og shit þá. Ándjóks. Hann var bara, magasýruna var svona crazy öflugar. Mjög langt frá því að vera venjulegt. Og með þessu þá gat hann borðað alls konar fáránlegt án þess að verða fyrir meiðslum. Meðal hluta sem að hann borðaði voru glerglös, 18 reiðhjól, nokkur gummidekk, 15 innkaupakerrur, Hvað er það að segja? 7 sjónvörp, 6 ljósakrónur, 7 sjónvörp? 6 ljósakrónur, nokkrar tölvur,
fullt af rakvélablöðum og það þekktasta sem hann borðaði Rakvéla blöð ándjóks, og hann var bara að gera þetta sem skemmtikrafst, hann var bara að borða rakvélablöð og eitthvað sitt til þess að skemmta fólkinu. No joke. Og já, það þekktasta sem hann borðaði var heil flugvél hann borðaði heila flugvél á 2 árum. Þú veist, það er crazy. Bara á 2 árum? Já, og það stóð einhvern tímann, það stóð á einhverju fréttsýnlega sem bara eitthvað, he ate a whole low-calorie plane. Og þá skrifa einhverju kommentinu, how do you know it was a low-calorie? Did it not butter the wings enough? Það er eitthvað, þetta er ekki fyndið, sko. Reddit comment, var þetta á Reddit? Nei, þetta var ekki Reddit. Þetta voru actually greinar. Það var eina af þessum greinum það var reyndar ekki hægt að kommenta inn á bara Guinness World Record síðunni. Já. Heila flugvél samt. Heil flugvél á 2 árum. Það er fáránlegt. Og þú veist líka bara, þú veist, já, bæði Ég næði ekki að læra á gítar á 2 árum. Ekki ég heldur. What the fuck? En já, ég mæli ekki mikið með að fara hann á Guinness World Record síðan og hún er geggjuð, actually, bara segja. Já. En já, pælti þessu, hann bara sneitti niður fokkin málmúr flugvél og eitthvað. En hins vegar, ef hann borðaði banana, þá fekk hann bakflæði. Ok. Ég er ekki að djóka, hann bara gæti ekki bara banana og bara því það var ekki fokkin bakflæði. What the fuck? Þetta er mjög spes gæði, sko. Það er svo skrítið að vera bara að kreifa bara eitthvað, þú veist, pældi ég myndi vera bara, mér langar svo ég að lampa þarna. Já. Mér langar svo að borða lampa. Ég ætla að borða hann. Ég var eitthvað þessi mikrofón, svo fokkin en þetta er alltaf að býta í mikrofón. Hætt að býta í mikrofón. Ég er gaman að býta í mikrofónari. Herðu. Þetta er svo minn betta Gunnar manna. Hver fannst þetta? Mér finnst þetta cool actually, sko. Þú veist, þetta er svo weird. Þetta er svona eitt af þessu skemmtilegu weird dæmum. Þetta er ekki Grúsam, Þetta sko. er ekki ógeðslegt. Líka þessi gæi, hann dó 2006. He died of natural causes. Hann dó ekki út af, þú veist, mataræðinu sínu. Nei. Hann dó bara Ég meina, við hvað eru bísmaður þegar hann er búin að geta heila flugvél? Þú veist, maður heldur ekki að eitthvað þannig sé að fara að drepa þá. Nei, þú veist, þetta var bara, já. Shit, sko. Ertu tilbúin í næsta heimsmynd? Ég ætla bara, nei. Þetta er actually cool, af því þú fílar sterkar gælur. Já. Hún Jana Vaskova frá Slóvakíu. Hún á heimsmyndið í því að rúlla upp flestum steikarpönnum á 1 mínútu. Holy shit. Já, bara með höndunum á sér. Bara with bare hands. Þú veist, ekki í, þú veist, female male flokki, bara, þú veist, all time, eða? Nei, þetta er reyndar í female flokki. Gæinn sem hann náði þessu ekki náma 14. Hvað sagður þessu margar? 10. Hún á að rúlla upp 10 pönnum á 1 mínútu, bara með pjúr handafli. What the fuck? Þetta er líka á YouTube, bara að segja. Ég horfði á þetta. Ég ætla að horfa á það einum líka þetta. Já, einrúmi, Harry, þú ert ekki hægt, sko. Þú bara horfa á einhverja gellur, geta heimsmet, bara women, Ég er ekki strong women, Ég er ekki world record. En já, hún heiti Jana Vaskova, tjekkja á henni, það er crazy að sjá þetta, sko, hún er bara með pönnu sem að steiki bara egg á, skiluru, og hún bara tekur þær og bara rúllar þeim í pönnuköku. Hei, pönnuköku, þetta var ekki, panna. Oh my god, ég var ekki að ná þessu. Þessi var góður. Pun intended. Pansexual intended, ok, alltaf. Þessi var nú ekki hræðileg. Nei. Ég er alltaf gaman að heyra eitthvað svona, sko. Já, maður, það greinast það. Heimsmet nummer 12. Number 12. Það er hann Charles Osborne. Klingir þetta einhverju bjöllum? Er það einhver tendur Ozzy Osbourne? Nei, reyndar ekki. Þetta er ekki Osborne, bara Osborne. Herru, þetta er gæi sem átti örugglega mest frustrating líf bara í heiminum. Af hverju? Ég skal svo segja það, Armin, af hverju. Hann á heimsmyndi við það að vera með hyggsta í lengstan tíma. Já, ég hef það. 60 ára eða eitthvað. 68 ár. Holy fuck. Greið fokkin kallinn. Oh my god. Þetta er mertröð. Ég myndi örugglega bara, þú veist, offa mig. Það sökkar, sko. Hann var með hyggsta, stanslaust. Ég skur okkur aðeins, kannski ekki offa mig, sko. Nei. En pæst þessi gæi, hann var með hyggsta stanslaust í 68 ár frá árinu 1922 til 1990. Og það var svona langt síðan. Og þetta var ekkert voðalega lítill hyggsti. Þetta voru það bil 20 til 40 hyggstar á mínútu, bara alltaf. Bara literally alltaf. Hvað? Ég veit. Var ekki hægt að finna neitt út úr þessu, þú veist, þegar læknisfræði var góðum, þú veist, ég veit ekki, 80 litið eða eitthvað, 70, það var svo margt reynt en það var ekkert sem hjálpaði honum. Hvað var þetta að segja? Hann var bara stanslaus með hyggsta í 68 ár, fólkin umlegt. Og hyggstin hætti segast árið 1990 þegar kallinn var árið 97 ára. Og hvernig dó hann? Greiði liði bara í 14 mánuði eftir þá. Það? Já, hann lifiði hyggstalaus í 14 mánuði. Ég meina að hann fekk smá frið í lokin. Já, og hann að diaframið, er það ekki þinn? 97 ára? 97 ára. Fuck. Já, hann dósast 98 ára, þannig að 14 mánuðum setna eftir að hyggstin hætti. Og líka bara þindin hans, hún var orðin svo ónýt að hann þurfti að blanda allan matinn sinn. Hann gæti ekki borða bara solid food. Af því hann hyggstaði svo mikið? Ég bara hyggstaði svo mikið. Hann gæti ekki bara borða solid food. Þetta er örugglega bara gæi með mest frustrating líf í fokkin heiminum. Örugglega.
Oh my god, what the fuck? Nei, sko, veistu, ég verð svo frustrated þegar ég fæ hyggsta í mínútu, sko. Já, Ég ég verð þóla ekki að vera með hyggsta ég verð biluð. Ég fæst ekki oft hyggsta. Ég fæ fokkin oft hyggsta, ég er bara eitthvað hyggst my life out. Ég held að það sé að þakka þessu Þú er svo heppin. hálfstæmi. Já, sem ég Ari er með, byrju, ég ætla að gá hvað það heitir. Ég fæ ekki hyggsta, sko. Já, þetta sem þú ert með, þetta heitir RCBD, Retrograde Crinopragineus Dysfunction. Also known as no burp syndrome. No burp syndrome. Þetta er No bitches. newly recognized disorder where a valve muscle in the throat fails to relax, trapping excess air inside. Þess vegna kemur alltaf svona Þess. Þannig hvað? Oh my god, þetta var fucking hátt samt. Þetta var ekki 112 decibel samt, sko. Ég gerði það beint inn í mækin. Já, gerðu þetta, já, ég myndi. Þetta er ekki 112 decibel samt, sko. Nei, Ekki því það miður. var svolítið ruglað, sko. Það er fucking ruggla, sko. Þú getur, Ari, ég sé það hérna, þú getur fengið Botox til þess að hérna Ég veit, í mér vöðvan. langar ekki í það. Nema að verða náttúrulega eitthvað að viðsinn í framtíðinu, þá náttúrulega fæðum bókós. Að sjálfsögum maður. Þetta er ekki skemmtilegt condition. Ég þetta gerir ekkert, sko. Nei, Allavega ekki núna. Nei. Prumpa kannski bara aðeins minna, þú veist. reynda. Alltaf fucking frétandi. Ekkert alltaf fucking fréttandi, ég menna. Prumpari. Ok. En já, þetta voru semast my personal favorite heimsmet, as of right, ég sko reyndar. Mjög Ari, skrítin personal favorites. Ég veit það, en það eru sko miklu fleiri sem ég hefði alveg verið til í að taka. Ég tek þetta kannski bara einhvern veginn seinna aftur ef það er áhugi. Já, það er ekki verið ef fólk hefur áhuga, sko. Sko, ef að þú vilt fá aftur heimsmeta þátt, þá skal ég taka aðeins minna líkamleg. Please. Ég skal taka bara eitthvað, Já, cringe allan þáttinn, sko. ég skal taka, en þetta var Ari var að fá hérna, bara hann var að, þú veist, ég er ekki að djóka, hann var að fá ógleði og bara yfirlið og bara niðurgang og Já, ég eldi og kúkaði og bara shit, pissa á maður, mig og maður, allt maður, ok, shit. bara, Ég skal taka gæjan með stærsta limin næst. já, En já, þetta var svona officially mín uppáhalds as of right now, eða svona uppáhalds yfir langan tíma. Þetta er svona búið að vera uppáhalds síðan ég var ung. En ég skrifaði hins vegar nokkuð heimsmynd niður sem ég skora á fólk að slá. Ok. Slá þessi heimsmynd. ok. Mér finnst þau mjög áhugaverð, skal ég nú segja þér. Og ég vona eitthvað að ykkur sem eru að hlusta reynið að slá þessi heimsmynd. Eða bara þú, Ari. Sjá til. Þetta eru góð Ég heimsmynd. get reynd við eitthvað heimsmynd, Já, af því þú veist, þetta er svona, þetta er alveg heimsmynd sem að, þú veist, þetta er mjög áhugaverð heimsmynd. Það er alveg hægt að slá þau, skilur. Fyrsta dæmið, the fastest talker, eða gægin sem að talar Er það ekki bara þú, eða? Ég tala í 2x, sko, ég þarf að passa mig stundum Nei, að tala ég samt sé þann gaur og, þú veist, það er ekki hægt að tala það hratt, Ég skil ekki hvernig að næra að tala svo hratt, þú veist, ég tala stundum alveg chronically í 2x speed, ég þarf að passa mig að tala ekki alltaf hratt, þess að fólk skilji mig stundum, en ég er bara ekkert á með við þennan gæja, sko. Já, en þessi gæji, hann náði að segja 655 orð á 1 mínútu Já. og það frægasta sem hann hefur gert er að fara með þarna Shakespeare to be or not to Já. be ljóðið, það eru 260 orð sem hann tók á 23 sekundum. Ég sé það, sko. Það er hægt að reyna við þetta, ég geti kannski fara að hoppa í það að reyna við þetta. Sure. Næsta er fyrir svona fólk sem vill fá heilarhristing, sko. En það eru flest egg brotin með Fyrir hausnum. fólk sem vill fá heilarhristing. Stundu það sem þú segir, bara flabbergasta mig eins og ekkert annað, sko. Ég stundu bara sjokkt hérna þegar ég hlusta á þér. Ari, þú er búin að vera í sjokki allar þáttir, sko. Já. Sko, flest egg Sjokki, Patrikur. flest egg brotin með hausnum á 1 mínútu, en heimsmyndi er 143 Hvað er egg. alltaf verið að bróta eitthvað með haustum? Er það sami gaurinn, eða? Nei, reyndar ekki. Þessi lúser sem fucking braut Nei, eitthvað. closet sittunar, nei, það er annar gaur, sko, þetta er annar gaur. Hann segast raðaði upp eggjum á borð og hann náði með því að bong á Bong? stóðalleggi, hann náði 143 eggjum á 1 mínútu. Ok, það er alveg impressive. Það er meir en 2 Það er svo egg. heimskulegt. Sko, Gaur. heimskulegi faktorinn átvegar, þú veist, impressive-leikan svo mikið fyrir mér, sko. Ég veit það, og þú Þú veist, veist. pældu sem þetta er meira en 2 egg á sekundu, sko. Já. No joke, það er crazy, Þetta sko. er bara svo döm. Ég veit það, þess að langar mér einhver að prófa að vinna hann að gæja. Ekki vera að eyða eggjum. Jú, ég eigið ekki. Ekki vera að eyða Ég eggjum. vantar bara fleiri hænur, skilur Ok, næsta, mér langar einhverju að tenti þetta. Það er breiðasti munnur, eða svona stærsti munnur. Hvernig á maður að reyna það er bara genetics, sko. Það tegja vel, skilur bara tegja vel. Nei, meina, þú veist, það er örugglega hægt að stækka munnur með alls konar aðferðum, bara tegja vel og nota alls konar svona stækkunar munns aðferðir, skilur Þú er bara að segja eitthvað. Þú er bara að tala. Gauir, það er hægt að gera svo mikið body modifications. Hann er með 17 cm breiðan munn og hann getur látið Það er að segja eitthvað annað. Nei, ekki. hann getur látið gósdós passa þvert í munnunum á sér.
What the fuck? Bara svona, þú veist Stóra góðstór. Nei, svona 330 millilitra Bara, þú veist, það er svona crazy, sko Það er crazy. Það er actually crazy Þú veist, maður getur alveg stækka munnu sinari Nei. Jú, Nei. tegja vel Fara í lítaðgerð eða eitthvað Það er það. Ha, Jú, sumir eru svolítið svona. ég meina, þú veist, þú getur örugglega að fara að láta lítalækni taka þú kjálkalið og bara stækka munniðin Já. Næsta, sem að ég vil að einhverja attendi það er stærsta persónulega tannbustasafn Segast, Svo döm. gæi sem á 2015 tannbusta Guinness er bara að reyna að finna einhver ástæðu til þess að vera ennþá in business. Ég veit það, en fólk er samt líka alveg að hafa samband við Guinness til þess að fá heimsmet bara Þú veist, til að vera viðurkennt Það þarf að borga nefnilega. Ég veit það. Þetta er bara svona business strategy á Guinness. Mér finnst það sko, ok, þessi gæi á 2015 tannbusta Ég er bara eitthvað, þú veist, það er örugglega ekkert erfitt Gott ár. Það er reyndar geggja ár En það er örugglega ekkert erfitt að slá þetta heimsmet Þú veist, við erum örugglega búin að heim í sveit, sko Við erum 80 fjölskyldu Já, reyndar. Þú veist, í alveg, við erum 80 fjölskyldun og það er allir með svona 16.000 tannbusta, skilur við Maður gleymist að henda þeim og það er Já, ég meina, þú veist, þið safna saman, þú veist, ef þú fer inn á klósett þá eru bara svona 300 tannbustar bara eitthvað Það er svona, ég veit ekki, 15 eða eitthvað. Mjög margir tannbustar Já, nei, en þú veist, þetta er eitthvað sem er alveg auðvelt að ok, ekki auðvelt, en það er alveg hægt að vinna þetta, sko Já. Þetta er bara svo heimskulegt, ég held að enginn vilji gera það. Nei, reyndar Svo er eitt hérna sem að þú ætlar að prófa Það er flestar skeiðar balanced on the body Ég er ekki að prófa það, sko. Heimsmyndið er bara 96 skeiðar Bara 96? Já. Svo Þetta er ekkert mál. Gæi sem Skal bara fara að gera það. Áttu 96 skeiðar? Nei. Pælsand í þessu, gæin var bara með 96 matskeiðar lofandi við líkamann á sér Ringi IKEA og láta sponsa vinna að gefa mér 96 kúli skeiðir eða hvað sem þetta heitir og bara, þú veist. Þá 100, við þurfum að fara upp þetta, skilur við þurfum bara að taka ákvörðum bara við ætlum að láta loða við okkur 100 skeiðar, skilur við Pétur Jóhann lítur eiga hann að metið í að tróða plastskeiðum upp Oh í sig my god, það var svo eins og þú sýndir mér um daginn. Það var ógeðslegt, maður maður, hann var líka bara að kúast það var þarna í Unofficial svona met. Já, svona 70 mínútum eða strákunum eða hvað var hvað var ógeðslegt, ég skil ekki hvernig náðum svo mörgum skeiðum upp í sig, það var 37 en þú veist, pældir samt í þessu, þú veist, það var alveg gaman að reyna við þetta, markmiðið 100 skeiðar loða við líkamann bara, þú veist þannig að það er bara að haldast á líkamann þótt þú standir Já, það er að standa. Já, þú veist, þú mátt ekki liggja, þá er ekkert jafnveg að skeiðinu, þetta þarf bara að loða við þig, skilur eins og fólk er stundum að láta skeið er ekki síkrutið þá bara að fara ekki í sturt í 2 mánuði og vera bara olíukendur ógeðslur, þú veist fokkin abið eða eitthvað, þú veist hvað ég meina ég er alveg hárur, þetta gæti virkað ef ég fer ekki í sturtu í 2 mánuði en ég er ekki að fara að sleppa að deyja á þess að fara í sturtu, sko. Það voru tónum svona eins og gæin í sexatætti, sko. World of Warcraft World of Warcraft Það getur ekki. Heyrðu þið þekki eitt sem var að spila World of Warcraft þegar hann hlusta síðasta Hættu hann var að segja mér þetta Æ, guð, ég náttúrulega er að grínast, þú veist, ég er ekki að segja að þessi spila World of Warcraft kunni ekki að vera í sturtu, það er bara að fyndið að hann var að spila World of Warcraft þegar maður hlusta þetta. Við geta skítið við World of Warcraft í senastætti, en ég meina, hei, þú veist, hérna er mögulega fáránlegasta heimsmet sem ég hef bara lesið. Fáránlega er að spýta mjólk út úr augunum á sér. Já, það er samt ógislegt, sko, skorta mjólk út úr augunum. Nei, sko, þetta er, ég er pínu bara eitthvað, akkur er þetta yfir höfuð skráð sem heimsmet, sko. En það er sérst lengsta vegalengd sem að græn baun hefur verið blásið. Ég er ekki að grínast. Fáránlegt. Þetta er bara skráð heimsmet og það er gæi sem á þetta heimsmet. Það var sérst baun sett á gólfið og hann blés hana bara með munninum, skilur bara. Vá, mikið. 25,89 metra í burtu. Það er samt alveg crazy. Ég er svo sama. Ari, það er svona crazy að blása grænni baun flott. Næstu 26 metra í burtu. Já. Myndir ekki vilja reyna við þetta? Það var líka impressive þegar, þú veist, ég veit ekki, Tesla fann upp, þú veist, raman og eitthvað. En þú veist, nei, þetta er alveg impressive líka. Þetta fokki mér það. Gauir, þetta er svona ágætt, þetta er hugmynd til dæmis bara fyrir partí eða eitthvað. Skiljum bara, ok, nú ætlum við öll að fara í grænbönablás. Heyrðu, við ætlum að fara að blása grænum bönum. Bara leikur. Ég myndi fara úr því partí. Já, ég líka, en þú veist, hvað er gert við þetta? Þú veist, það er þetta skýrina leik, bara grænbönablás, skiljuru. Og það bara fá allir eina græna baun, setja á gólfið og reyna að blása slangt að geta. Og þú veist, ef einhver nær meir en 25,89 metrum, þá er það búin að vinna heimsmet í að blása grænni baun. En þannig er ég alveg pínubarkar, þú veist að grínast. Akkur er þetta yfir höfuð recorded? Já, Guinness þarf að fá pening einhvern veginn. Hér er eitt sem er alveg hægt að reyna við. Og það er elsta manneskja sem hefur nokkuð tíma lifað. Það er alveg hægt að reyna. Það er svolítið hapa glapa, sko. Maður getur alveg reynt, sko. Maður getur reynt. Það er alltaf þetta Ari. Maður veit ekki nema að reyna.
Nei. En það var hún J.N. Calment, en hún varð 122 ára og 164 daga gömul. Það svo gamalt. Hún átlifaði, sérst lifði lengur en dótti sín og ömmustrákurinn Það hennar. ekki skrýður, sko. Ömurlegt. Shit. Smá hana, hún elskaði ólífuolíu og súkkulaði og hún reykti frá 21 árs aldri og hætti ekki að reykja fyrir hún var 119 ára. Ég ætla að segja þetta á hann, bara að ég veit nokkra menneskur sem reyktu endalaust, allt sitt líf og voru bara, urðu 90 ára eða eitthvað. Þetta er faralegt sko. Líka bara hún Ólífuolíu og reykti. súkkulaði. Hún reykti næstu því í 100 ár. Hún reykti frá 21 til 119 ára. En hún náði samt alveg að hætta ára hún dó, skilur. Reyktu hún þá til 119 ára. Betra seint en aldrei, skilur. Vá. Betra seint en aldrei, come on, skilur. What En the þá vitum við það að sígarettur, ólífuolíu og súkkulaði er hérna the key. Ólífuolíu og súkkulaði. Hvað sem að borða mér að því? Ég er að segja það, hún elskaði ólífuolíu og súkkulaði og Segi reykti. ég og borða alveg nóga fokkin súkkulaði málega. Gaur, súkkulaði er bara besta sem hefur fundið upp. Já, Ég bara, oh my god, það er ekkert betra unfortunately en súkkulaði. Góður handþrýstingur. Hæ? Hvað ertu að segja? Hvað? Heldur bara áfram. Já, sem er betra, Ari, hvað er að þér? Heldur bara áfram. Svona áfram. Ég er bara hættu. Bye, fucking shit. Þetta er ógislegt, en ég vil samt að einhver reyna að vinna þetta og það er sérst flestar bíflugur á líkama. Það er heimsmet, sko. Maður að nafni Ruan Liang Ming let setja á sig 60 drottningabíflugur, svona queen bees. Holy fuck, þannig að hvað komu marga bíflugur á það þá? Ég er ekki tjókir, það leiddi til þess að allar bíflugunar sem eltu drottningarnar fóru á hann og þetta endaði með að voru í kringum 637.000 bíflugur á honum. Wow. Langar ekki að prófa þetta? Nei. Langar ekki að vera með, þú veist, ég, frekar- sko, ég þól ekki bíflugur. Það eru örugglega mjög góður fyrir lífið og umhverju alltaf, en fokkur Já, nei, þú veist, ég náttúrulega hef ekki það mótið þeim. Ég bara segja að ég finnst það ógeðslegar. Það eru svo stórar og Huge. og scary. Fuck, hvað er að hana? On jokes. Gerði Það er ekki að stinga. Var hann stungin það? Hann var örugglega stunginn, en ég sá einhvers staðar að hann var ekki með ofnæmi fyrir bíflugustungum. Ég meina það þeim gott. En ef maður er sko ekki með ofnæmi þá sem þarf ekki nema eitthvað vist margar til að fá eitrun, en hann fekk ekki eitrun. Ó, ég vissi það ekki. Já, það er náttúrulega, ég er eitur. Já, þú veist, það er samt svo vægt að skilur, það þarf alveg bara svona eitthvað x margar, ég man ekki hvort það var 810 eða 800 bíflugstungur sem að þarf til þess að actually fara eitthvað að eitra blóðið, skilur. Ok, ég er með 2 viðbót sem að ég vil að einhver slái og þú og þið bræður minni getur farið í þetta, af því að þið bæðum skegg. Okay. Það er sko þingsta lest dregin með skeggi, þú veist, hvernig dettur fólk í hug? Hvað ertu að segja? Hvernig dettur fólk í hug? Ég er bara þetta er ekki það sem bjóströðum myndi segja. Hverjum dettur í hug að vera bara ég ætla að draga lest, I'm bored, ég ætla að draga lest með skegginu. En með skegginu mínu. Ég gefði ekki. Æ. Gæin sem á þetta heimsmet dró næstum 3 tonna lest með skegginu sínu. Væri finnan að það væri kona. Reyndar. Þessi gæi heitir Ismail Rivas. Hann er með mjög þykkt skegg. Að karakterinn í Moby Dick. Hvað? Moby Dick? Moby Dick, Ok. góð bók. Já, þú veist, Ari, ég er ekki að djóka ykkur, fyrir framan okkur er Gerpla með Halldór Laxness. Reyndar. Það er bara, þú veist, vá. Já, ég er svona það byrja hálnað með hana, ég veit það. Er þetta góð bók? Hún er erfið sko. Nei, vil ekki. Nei. Nei, jú, hún er góð. Ég myndi ekki lesa þetta út og Hún gefa er mig góð fokkin á svona lagsnessaðan hátt. Laxness. Þóttu myndi gefa mig 50 skall, ég myndi ekki lesa hana, sko. Já, ok. Ég ætlaði ekkert að gefa þið 50 skall, sko. Seinasta heimsmyndið sem ég er með henni í dag er ekkert vola merkilegt, sko. En þetta er lengsta yfirvaraskegg. Það er svolítið hard, sko. Já, þetta er sko, Það var eitthvað klámstjarna, 1980. það mældist 63,5 centimetrar. Ok. Þú veist svo fucking, það er eitthvað að, sko. En hann, ég held að þú ættir að prófa það. Já, skal reyna. Nei, sorry, það er eitt í viðbót. Og það er hérna heimsins þynnsta samloka. Hvað það segir? Okkur ætti ég að vilja borða hinsins þynnstu saman. Ég veit ekki, en það er maður að nafni Wallace Wong sem að gerði þessa samloku bara með, sko, ég ætla bara að lesa þetta á ensku hérna. Achieving this level of precision requires exceptional knife control, consistency and attention to detail. Og samlokan var segast 5,12 millimetrar. Já, Það er ekki eins og centimetr, sko. Þetta er bara eins og Surgeon a Grape dæmið, þannig. Já, þetta er bara bókstala þannig. Hún er bara mjög þunn, þessi samloka.
Er þetta að kalla þetta samloku þá? Nei, þetta er bara eitthvað svona. Pældi samt í, hvað þetta er, weird heimsmet. Þetta er reyndar allt mjög weird heimsmet. Finnst þér pulsa að vera samloka? Nei, pulla er bara pulla, Já, skilur. ég veit ekki, ég meina þetta er kjöt á milli tveggja brauða, þú veist. Þetta er reyndar, nei, þetta er bara eitt brauð. Já, menn þetta var tömbra, sko. Þetta er reyndar eitt brauð. Þetta er eitt brauð klofið í tvennt. Sann klofið, sko. Það er klofið, Ég meina, sko. á hvaða tímabundi hættir eitt brauð, þú veist, að vera eitt brauð? Ég meina, það er skorið allt brauð. Það er allt brauð skorið í heiminum, eða þetta fæðir, þú veist, samloku. You have a point. Það var eiginlega eitt brauð. Mér finnst pulla ekki vera samlokur, sko. Nei. Mér finnst alveg lóki vera bara pulla, sko. En já, þetta er öll áhugaverið heimsmyndin sem ég er með fyrir því í dag. Já, þetta var áhugavert. Hvernig finnst þér að vera búin að fá svona innsýn í heimsmynda obsessionu mitt? Ég er svolítið skrítið, sko. Ég veit ekki alveg okkur. Svolítið skrítið. Einblínir, hvað segir maður? Einblínir. Einblínir svona á einhverja ógeðslega líkamsdæmi, þú veist, ég er svolítið nesti, sko, en þú veist. Það er bara svo eitthvað sjokkfaktor, skilur við. Já, ég fíla Þetta er bara það svona, ok, þetta er svona skemmtilegt obsession áhugamál. Skemmtileg. Og þess að það er alltaf eitthvað svona sjokkarandi shit sem að kemur mér á óvart og ég verð alltaf bara, oh my god, þú veist, ég verð alltaf sjokkur þegar ég heyri eitthvað svona, því ég er bara svona, oh my god, þetta er svo bizarre. Ég elska að heyra þetta fólk er bara eitthvað ógeðslega furðulegt, skilur, og ekki eins og, þetta er svona out of the norm og ég fíla það. Já. Ertu semast, er ég búin að áhugavalda þig til þess að fá áhuga á heimsmyndum? Já, við sjáum til, sko. Kannski minni skoða heimsmynd eitthvað aðeins meira, Ef að horfa á Free Solo myndina með gæjanum sem, Hefur þessi Free Willy? nei, ég reyndar ekki. Hún er góð. Kötturinn hans Gunnars get Free Willy. Lol. Ég veit það. Jú, Ok. þú hefur sagt mér eitthvað. Já, en það er ekki nafn, sko. Í þess að það er nafn á köttinum, sko. Willy, Netto. Það er eitthvað að, sko. Willy Netto. Willy Netto. Þú veit að það er góð auðlýsing. Willy Netto í Netto. Okkur er Netto ekki búin að gera það. Finnst þér ekki cool það? Það er þetta fáralegt að Netto sé ekki búin að gera auglýsingu. Það ætla líka bara að vera með svona Willy Netto. Willy Netto, Þú veist, það væri geggjað. jokes. Það ætla líka að vera með bara svona Ef einhver frá Netto er að hlusta, þú veist það. setið bara svona Frí hugmynd, sko. life size plagga Villa Netto. Willy Netto. Þú veit, ert þú að sponsa Netto? Nei, eða? mér að senda þetta á Villa Netto, sko. Já. Bara Willy Netto. Ert þú að sponsa Netto? Nei, eða? bara mér finnst það, svo finnst ég Þetta er góð hugmynd. Willy Netto fóði sitt bag, Já, sko. þú veist. Willy Netto er the shit, sko. We love him. Já, þetta var svolítið skrýnþáttur, en hann, Svolítið skrítið. en alveg enjoyable samt, sko. Var það enjoyable? Já. Alltaf gaman að heyra eitthvað svona skrítið Ég úr elska huganum bara, þínum. þú veist, ef ég tek þetta topic einhvern veginn aftur sem er alveg líklegt að því að I love this shit. Það er svo mikið af, sko, ég get þá tekið fyrir heimsmet sem er ekki grúsum. Já, please. Ég skal taka bara eitthvað svona arahæft heimsmet. En já, ég vona bara að þið hafi haft gaman að því að hlusta á mig infodump ykkur fucking heimsmet, áhuga að vera heimsmet. Að þetta er ákveðið obsession, skilurðu. Ef þið höfðu gaman að hlusta, þá bara megið endilega gefa okkur stjörnur eða rating á Apple Podcast og Spotify. Fylgja okkur, já, á Instagram, YouTube, Apple Podcast, Spotify, TikTok. Bara takk fyrir að hlusta og bara hvar sem þið eru að hlusta og þið tvö þarna sem hlusta á YouTube líka. Já. Boomers, joke. Mamma og einhver annar. Mamma hlustar á YouTube og það er einhver annar sem hlustar á YouTube, sko. Það eru flestir hlusta okkur Spotify. En já, bara við vonum að hafa haft gaman á þættinum í dag og bara endilega, já, fylgja okkur á samfélagsmiðlum að því að við erum að reyna að vera duglir að setja inn content þar. Vonandi kemur meira í framtíðinni. Já, er það grínast eða? Já, vonandi eigið þið bara góða restina af deginum og góða viku og við sjáumst bara næsta þriðjudag. Hefði ekki getað sagt það betur. Bye!